Komið sæl. Ég bara bjóða ykkur velkomin þeir sem eru mættir í Dalabúð á íbúafund hjá sveitarfélaginu Dalabyggð. Og ég bara líka bjóða þá sem eru að fylgjast með á netinu velkomna. Bara ánægjulegt að sjá hvað góð mæting. Það eru 3 svona megin umræðuefni á þessum fundi en það má sjálfsög ræða hvað sem er. En við höfum fengið Svein Gestsson á Staðarfelli til þess að vera fundastjóra. Ég vil eiginlega bara biðja Svein þá að taka við stjórn fundarins. Gott kvöld, gott fundarfólk. Ég var nú svo snjall, ég gleymdi dagskráni heima, þannig að ég man ekkert hvað verður hérna í kvöld, en það skiptir ekki máli. En það möguleiki að fylgjast með þessu það er streymt frá þessu fundi, þannig að fólk getur komið með spurningar á netið og sem að hún myndi þá koma til hennar Jóhannu og við getum þá borið þær upp hérna síðar. En við skulum bara vinda okkur í þetta og fyrst það fjárhagsáætlun, það Kristján Sturluson. Fundarstjóri, góði fundamenn, bæði hér í sal og þeir sem eru að fylgjast með á streyminu. Ég ætla hér að renna yfir nokkur atriði í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Þetta er tillaga eins og hún var lögð fyrir sveitarstjórn þann 28. október til fyrstu umræðu. Þessi tillaga á síðan eftir að fara í frekari umræðu. Hún fer í umræðu frekari vinnslu hjá byggðarráði og síðan í aðra umræðu í sveitarstjórn. En þetta samt sem áður ekki drög en það er auðvitað gert ráð fyrir því í þessu ferli að þessi tillaga geti mögulega tekið einhverjum breytingum. Ég veit að á sumum þessum glærum að þá kann að vera þessi smátt letur að það sé ekki læsilegt alltaf í salnum en það hins vegar ætti að vera skýrt á upptökunni. Það skiptir mér næstu. Það eru ákveðnar fjármálareglur sem gilda fjármál sveitarfélaga og ákveðið í sveitarstjórnarlögum sem hafa verið í gildi frá eins og þeir eru núna frá 2012. Það í fyrsta lagi jafnvægisreglan sem segir til það að heildarútgjöld á 3 ára tímabili megi ekki vera hærri en reglulegar tekjur á sama tímabili. Og í öðru lagi skuldareglan sem segir til það að skuldaviðmið má ekki fara yfir 150% af tekjum. Það eins og þannig að vegna COVID-ástandsins að þá var samþykkti Alþingi undanþágu frá þessari reglu og sú undanþága var fyrst í gildi fyrir árin 20 til 2021 en síðan framlengd á þessu ári þannig hún gildir til og með 2025. En jafnvel þó þessi undanþága sé í gildi þá þýðir það ekki að við þurfum ekki að taka tillit til þessar reglur en það kemur að því að þetta kemur í gildi aftur og þá eins gott að vera viðbúin því. Við fáum næstu mynd. Hér eru tölurnar eins og þær eru yfir sem tekjur og gjöld fyrir A- og B-hluta saman. Kannski fyrst að útskýra A-hluti
Það sá hluti sveitarfélagsins sem er rekinn fyrir skatttekjur og þjónustugjöld fyrir einstaka liði. B-hlutinn er hins vegar rekstur sem á að standa undir sér af þeim gjöldum sem eru tekin fyrir þann rekstur. Og eins og við sjáum þarna þá eru áætlun 2022 gerir ráð fyrir að heildartekjur verði ríflega 1100 milljónir og heildargjöld verði fyrir fjármagnstekjur verði líka 1118 á móti 1147, síðan eru fjármagnsgjöld en að niðurstaðan verði 6 milljónir. Og það kunna einhverjir glöggir að hafa rekið augun í það að tillagan sem var lögð fram á sveitarstjórnarfundinum, þar var afgangurinn ekki 6 milljónir heldur 12 milljónir. Þannig að þarna er frávik sem felst í því að þarna er búið að taka tillit til hagvaxtaauka í áætlað hagvaxtaauka í samningum sem þið hafið náttúrulega heyrt talað í fréttum. Og hér höfum við, það vantar reyndar á dálkana en það er sem sagt, þetta eru hér 2020 rauntölur fremsta, í dálki 2 er útgönguspá 21 og síðan er áætlun 22 og kannski nefni það líka að áætlun 22 er bindandi, er raunverulega svona fjárlög sveitarfélagsins, áætlun síðan 23 til 25 er ekki bindandi þannig að það er samt sem á segir til hvernig reksturinn er áætlaður til lengi tíma. Og þarna er gert ráð fyrir töluverði aukningu í eignum og þetta fyrst og fremst vegna þess að þarna er það gert ráð fyrir töluvert miklum fjárfestingum á árinu 22 sem að ég kem að síðar og síðan áfram með þetta 24 til 25. Og þetta endurspeglast síðan í þannig sem sjáum við eigið fé á skuldir. Í árslok er áætlað að verði 1781 milljón en það eru töluvert mikil skuldsetning sem er gert ráð fyrir bæði á næsta ári og næstu 2 árum þar á eftir. Það er skuldsetning vegna fjárfestinga þar sem og eins og ég sagði kem aftur að því eftir. Og næsta, það er sjóðstreymið. Það sem við sjáum þarna er að handbært fé er að minnka. Það er að segja að við erum gera ráð fyrir því að handbært fé í lok ársins verði 29 milljónir. Það hefur verið mjög mikið handbært fé til hjá sveitarfélaginu sem er náttúrulega endurspeglun á rekstri undanfarinna ára. En núna í þessum fjárfestingum að þá er gert ráð fyrir að það verði gengið verulega á handbært fé. Þannig að þó að við þurfum að fara í miklar lántökur þá höfum við líka fé til framkvæmda. Nú við förum á næstu þar þetta er mynd af áætlunum í rekstri í A-hluta og það að lokatalan þarna er 9,3 en ekki 6 eins og við sáum áðan. Það skýrist af því að við vorum með að það er eftir að koma þarna B-hluta fyrirtæki sem er verulegur halli á. Þar er aðal hallin hjá B-hluta fyrirtæki er hjá Dalagistingu sem á hótelhlutan á Laugum. Það er gert ráð fyrir því að það verði töluverður halli á rekstri þeirra. Nú ég ætla ekki að lesa tölurnar enda ég bara gleymdi gleraugunum þannig ég sé ekki tölurnar alveg á blaðinu og þyrfti þá alltaf að snúa mér við til þess að lesa af glærunum en ég ætla að renna yfir svona stærstu liðina í hverjum málaflokki og skipti við. Félagsþjónustan,
Þar eru stærstu liðirnir, kostnaðarliðirnir, annars vegar greiðslur frá sveitarfélaginu til Borgarbyggðar, því að Borgarbyggð sér sem sagt framkvæmd félagsþjónustu og málefna fatlaðra, barnavernd og þess háttar fyrir Dalabyggð og hefur gert í ansi mörg ár, allavega í 10 ár. Og síðan annar stór kostnaðarliður, það sem sagt heimilishjálp. Heilbrigðismálin, kostnaðurinn þar fyrst og fremst vegna hlutar Dalabyggðar í rekstri heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Lang stærsti liðurinn eru fræðslu- og uppeldismál og þar eins og við sjáum leikskólinn með 91 milljón, grunnskólinn 270 milljónir, skólamötuneyti 15 milljónir og tónlistarskóli 22 milljónir. Og í grunnskólahlutanum, að því sem náttúrulega langstærsta upphæðin, þar launakostnaður, stærstu liðirnir, launakostnaðurinn rétt tæpar 174 milljónir, skólaaksturinn 43 milljónir og húsnæðiskostnaður 32 milljónir. Síðan það menningarmálin og þar það bókasafn, byggðasafn og félagsheimilin og síðan leikskóli eða Vínlandssetur, þar sem eru ekki að koma inn tekjur fyrir 22, eða í maí 22, en hins vegar eru verulegir kostnaðarþættir samt sem áður vegna Vínlandssetur sem eru farnir út vegna þess að rekstrar aðilar sem reka núna setrið, þeir hafa tekið yfir ákveðna kostnaðarliði. Æskulýðs og íþróttamál þar eru langstærsti liðurinn, eins og þið sjáum þarna Laugar, íþróttamiðstöðin á Laugum upp á réttum 40 milljónir í rekstur en þar langstærsti hlutinn 26 milljónir sem húsnæðiskostnaður, raunverulega innri leiga, innri kostnaður. Tekjur af íþróttamiðstöðinni voru árinu núna, eða lítið út fyrir núna, að verða 8,4 milljónir en vel að merkja það bil 40% af þeim tekjum eru tekjur af tjaldsvæðinu á Laugum sem sundlaugin eða hefur verið rekin sem sagt og starfsfólk sundlaugarinnar hefur sinnt yfir sumarið. Styrkur til félaga, þar eru stærstu liðirnir, það styrkur til ÖDN upp á 1,2 milljónir, ýmsir styrkir til félaga í formi niðurfellingu á húsaleigu 1 milljón og síðan tómstundastyrkir til barna og ungmenna upp á 1 milljón. Hreinlætismál, þar að ræða sorphreinsunina fyrst og fremst og þetta málaflokkur sem samkvæmt lögum á að standa, þar sem þjónustugjöld eiga að standa undir rekstrinum. Svo ekki hjá okkur í dag, heldur verið að greiða það bil helming af kostnaði af skatttekjum, kostnaði við þennan málaflokk. Þetta málaflokkur sem við munum sjá á mynd sem ég með hér síðar alltaf að hækka og þetta sá málaflokkur þar sem þjónustugjöld hækka mest líka á árinu. Skipulags- og byggingamál, þar að ræða okkar þáttöku í embætti skipulagsfulltrúa og embætti byggingafulltrúa sem samrekið með Strandabyggð, Reykhólahreppi, Árneshreppi og Kaldaneshreppi og greiðslurnar til þessara verkefna miðast við annars vegar íbúafjölda í sveitarfélaginu og hins vegar í hlutfalli við hin sveitarfélögin og hins vegar verðmæti
fasteigna í sveitarfélaginu miðað við fasteignamat í hlutfalli við hin sveitarfélögin og þetta er þannig að Dalabyggð að greiða svona það bil helminginn af kostnaðinu við þessi embætti. Síðan er þarna smávegis kostnaður í aðalskipulag og deiliskipulag. Það er reyndar aðalskipulagið á að vera klárast á næsta ári og sá kostnaður er að minnka. Umferðar- og samgöngumál, helstu liðir þar eru vegna viðhalds gatna í Búðardal, það er að segja þá yfirlagning á klæðningu. Það eru götulýsing og það er bæði reksturinn á götulýsingunni og eins erum við núna í áföngum á næstu árum að fara að skipta út lýsingu fyrir þessi hefðbundna lýsing að koma LED-ljós í staðinn. Það mun til lengri tíma þó það sé ákveðin fjárfesting, þá mun það þýða lægri rekstrarkostnaði því að það verður miklu minni rafmagnsnotkun. Og síðan er það snjómokstur, stærstu hlutin af kostnaði við snjómokstur og þetta náttúrulega eitthvað sem að veður og vindar ráða en það bil 80% af þessum snjómoksturkostnaði er svokallaður helmingamokstur þar sem að vegagerðin er að moka vegi hér utan Búðardals og sveitarfélagið greiðir helminginn af þeim kostnaði. Síðan er sem fellur undir atvinnumál líka kostnaður við minka og refaeyðingu. Sá kostnaður er áætlaður 9,4 milljónir á komandi ári og þar fáum við endurgreiðslur úr ríkissjóði upp á 3,3 milljónir. Þannig þetta er nettótalan sem er hér. Sameiginlegur kostnaður sem er næsta glæra. Það er kostnaður vegna sveitarstjórnar, endurskoðendur kostnaður vegna sveitarstjórnarkosninganna í vor sem að er sveitarfélögin bera að fullu kostnaðinn vegna sveitarstjórnarkosninganna. Öfugt við þegar forsetakosningar eða alþingiskosningar, þá fáum við framlög frá ríkinu til að standa undir þeim kostnaði. Síðan er það skrifstofa sveitarfélagsins sem er langstærsti hlutin af þessu og svo þáttaka í sameiginlegum kostnaði. Þetta eru gjöld eða félagsgjöld eða hvað við kalla sem við greiðum til eins og Sambands íslenskra sveitarfélaga, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og þess háttar. Lífeyrisskuldbindingar upp á 10 milljónir. Þetta er munurinn sem við erum er verið að greiða annars vegar það sem lífeyrissjóðurinn standa undir og það sem upp á vantar. Þetta er nánast föst upphæð á hverju ári. Við erum með fjármunatekjur upp á 10 milljónir sem er skapast af því að þessu mikla handbæra fé sem ég nefndi. Eignasjóður er með tekjur upp á 75 milljónir. Þetta eru innri tekjur af húsnæði þar sem gjöldin koma á öðrum liðum. Það er afgangur af vatnsveitu upp á 11 milljónir og fráveitu upp á tæpar 4 milljónir. En varðandi þessar tvær veitur þá er verið að leggja umtalsverða fjárfestingar. Þannig að þó að sé afgangur þarna í rekstrinum að þá kemur það bara út að við getum leyft okkur þessar fjárfestingar. Það er þarna lág upphæð á Silfurtúni. Þetta er kostnaður við íbúðir aldraðra, ekki heimilið Silfurtún sjálft. Þar erum við, varðandi Silfurtún sjálft, þá erum við að áætla hallann þar upp á 7,5 milljón. Sem er greiðsla sem kemur þá frá sveitarfélaginu þar sem að daggjöld og framlög ríkisins duga ekki fyrir rekstri heimilisins. Og síðan það Dalaveitur sem eru með
7,8 milljóna króna halla. Dalaveitur hins vegar munu til lengri tíma þá gera rekstraráætlun ráð fyrir því að allar fjárfestingar þar munu skila sér, en við erum að horfa þar til 25 ára. Mér langaði að sýna ykkur hér glæru að því allar tölur sem eru hér á undan eru nettótölur í einstökum málaflokkum. Það er áhugavert að skoða brúttókostnaðinn í málaflokkum, vegna þess að þá sjáum við hvað það er sem að þurfum að leggja út á þess að og erum ekki búin að gera ráð fyrir tekjunum á móti. Og þar eru það fræðslu- og uppeldismál sem eru langstærsti þátturinn með ríflega 400 milljónir. Síðan kemur Silfurtún og svo sameiginlegur kostnaður þar á eftir. Aðrir liðir eru lægri. Og næsta glæra sýnir þessar sömu upplýsingar bara hlutfall, og það er eðlilega bara sama röðin. Síðan er hins vegar glæran þar á eftir sem að er áhugaverð að því leyti að vegna þess að það er mjög mismunandi á milli málaflokka hvort það eru einhverjar tekjur í þeim eða ekki, og þar er leiðandi mismunandi hversu stórt hlutfall af skatttekjum fer til einstakra málaflokka. Og þar er það þannig að það bil 53% af skatttekjum sveitarfélagsins fara til fræðslu- og uppeldismála. Þetta eru bara tölur sem við sjáum hjá mjög mörgum sveitarfélögum af svipaðri stærð og stærri og minni heldur en Dalabyggð, að það er svona einhvers staðar á bilinu 50 til 55-6% af skatttekjum sem að fer til fræðslu- og uppeldismála. Þarna á þessu grafi sjáum við að Silfurtún sem var í öðru sæti á hinum tveim myndunum kemur ekki, og það er vegna þess að við erum að þó svo að það sé halli upp á þessar 7,5 milljón, þá er náttúrulega ríkið eða daggjöld að greiða langstærstan hluta af rekstrarkostnaðinum þar. Og við langar að nefna það hér að eins og ég nefndi með hreinlætismál eða sorpmálin, að samkvæmt lögum að þá eiga tekjur í þeim málaflokki standa undir kostnaði, en hjá okkur eru rétt tæp 4% af skatttekjum, eða semst nákvæmlega 3,7% af skatttekjum að fara til niðurgreiðslu á kostnaði vegna sorpmála. Launakostnaðurinn, næsta. Launakostnaðurinn er langstærsti liðurinn og í rekstri sveitarfélagsins, og eðlilega er það þannig að fræðslu- og uppeldismál eru hæstu súlurnar, Silfurtún þar á eftir og síðan sameiginlegur kostnaðurinn. Ég ætla kannski benda á varðandi súlurnar með fræðslu- og uppeldismál. Þar sjáum við þarna að súlan fyrir 2020, rauntölu 2020, er svona óvenjulega há miðað við súluna bæði á eftir og fyrir. Þetta stafar að því að það voru kjarasamningar kennara sem voru gerðir árið 2020, en tóku hins vegar til 2019 líka, þannig að það var gerð leiðrétting aftur á bak fyrir 2019, en hún kom öll á árinu 2020 og kostnaður færðist þess vegna þar. Þarna erum við með ákveðna óvissu vegna þess að kjarasamningar kennara og kjarasamningar háskólamenntaðra starfsmanna eru lausir núna áramótin, og það á eftir að koma í ljós hvað kemur út úr þeim. Eðlilega, þegar við horfum á annan kostnað heldur launakostnað, að þá er það þannig að það eru sömu málaflokkar eða sömu sem toppa, en eins og þið sjáu samt á þessari mynd að þá eru miklu meiri sveiflur í öðrum kostnaði. Það er með launakostnaðin bara hann heldur svona í reglulegum línulegum vexti, að þá
þá eru meiri sveiflur í þessu og það sem sjálfsögðu ekkert óeðlilegt. Nú, á kökunni hérna, þá sjáum við skiptinguna, hlutfallslega skiptingu á launakostnaðinum og það sem að fræðslu og uppeldismálin eru langstærst, síðan Silfurtún og síðan sameiginlegi kostnaðurinn. Þetta eru þrír langstærstu liðirnir og ef þetta borið saman við önnur ára þá þetta skipting sem að heldur sér nokkurn veginn. Nú sjáum bara aðeins hérna annan rekstrarkostnað. Nei, beitum við. Er ég að sleppa úr? Ég er búinn að breyta röðinni eitthvað, en þá tekur bara þetta. Þetta er sem sagt samanburður á árunum frá 2018 og til og með áætlun 22. Lengst til hérna vinstri, þá eru það tekjurnar. Það er þannig í bókhaldi þá mann finnst það alltaf skringilegt að tekjur eru mínustölur, en tekjurnar eru að vaxa jafnt og þétt. Annar rekstrarkostnaður sömuleiðis en hins vegar vex launakostnaðurinn mest. Það semst meiri hækkun í honum heldur en í öðrum rekstrarkostnaði. Og það er þarna súlan fyrir 2019 sem sker sig úr og er hærri. Þetta stafar að því að þarna var verið að afskrifa sem sagt uppsafnað tap á rekstri Silfurtúns, uppsafnu sem hafði verið alveg frá árinu 2009. Þá kíkjum við á næstu. Þetta var bara til að sýna, þetta var það sem ég held ég væri að tala sem sagt. Það sem ég var búin að sýna hlutfallið. Og tökum það næstu. Það eru tvær litla kökur. Þetta eru annar rekstrarkostnaður, annars vegar útgönguspáin fyrir árið í ár og hins vegar áætlunin. Og þetta er bara til að sýna, þó að þið sjáu ekki, og sé erfitt að sjá á þessu, það verður hægt að skoða þetta betur á upptökunni, að hlutföllin milli einstaka málaflokka eru að haldast svona nokkurn veginn þau sömu milli ára. Og þá skiptum við yfir á þetta sem sagt, það eru tekjurnar og þarna eru þær langstærstu kökurnar. Það er reyndar ein stór, þessi sem að á þessari mynd er svona ljósbrún. Hún var leit allt öðruvísi út á skjánum í tölvunni, það var allt annað litur, en ljósbrún er hún þarna. Þarna svo sem snýr til vinstri. Þetta eru tekjur Eignasjóðs, þessar innri tekjur. Þannig að þetta er semst inn- og útfærsla, en hinar stærsta sneiðin eru skatttekjurnar og síðan það tekjur frá ríkinu til vegna rekstrar Silfurtúns. Það er eitt, já, hún er komin upp. Kristján er komin á undan mér í glæðan, það er ágætt. Mér langaði að sýna ykkur þetta svona að lokum varðandi skiptingu skattteknanna. Og það sem ég vildi benda á þarna er að hlutfall annars vegar útsvarstekna og hins vegar framlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga er næstu það sama. Þetta útsvarið eru 44,6, jöfnunarsjóðurinn 42,2%. Þetta sýnir hvað við erum rosalega háð framlögum úr jöfnunarsjóði. Framlögum sem er hægt að breyta með tiltölulega einföldum hætti. Og þetta gerðist síðast árið 2019 vegna ársins 2020 og framvegis. Þá var reglum jöfnunarsjóðs breytt þannig að framlögin urðu óhagstæðari fyrir sveitarfélag eins og Dalabyggð og ennþá minni sveitarfélag. En hagstæðast var þetta fyrir sveitarfélag sem með íbúafjölda svona
2500 eða eitthvað staðar á milli 2000 og 3000. Og þetta segir okkur bara hvað reksturinn er rosalega viðkvæmur vegna þess að þessi breyting getur bara orðið, eins og segi, með nánast einu pennastykki. Það er semst hún verður með reglugerðarbreytingu og það er engin launing á því að þessi reglugerðarbreyting sem þarna var gerð, hún var í þeim tilgangi að ýta á sveitarfélög til sameiningar, þannig að, semst að til þess að sveitarfélög yrðu fjölmennari. Nú ef við víkjum þá að fjárfestingunni, það kemur hérna ein glæra sem er bara svona myndaglæra. Við vorum að fá núna í sumar var tekið mjög mikið af myndum í sveitarfélaginu, þannig að núna eigum við stóran og mikið myndabanka til að sem við getum notað í kynningu og þess háttar. En næsta, það eru fjárfestingar og viðhald á næstu árum. Ég ætla nú bara að nefna stærstu liðina. Það reyndar hefur víxlast þarna milli grunnskóla og leikskóla. Það er hærri upphæðir á grunnskóla heldur en að leikskóla. Það eru hlutir til lengri tíma. Þá eru eins og með Eiríksstaði, þarna eru 16 milljónir á næstu 4 árum og það er bara vegna þess að þar eru við með hús sem að þarf og mun þurfa mikið viðhald og það nú semst eru hús sem að svona í gamla daga þá sögðu menn torfhús þarf að endurbyggja á 25 til 30 ára fresti og þannig að það verður bara hreinlega að sinna viðhaldi á þessu. Nú síðan er það íþróttamiðstöðin sem er á áætlun og er langstærsti þátturinn og hún verður nú til frekar umræði hérna eftir. Það hefur verið í áætlun, sem fyrir áætlun síðast árs og til 4 ára, þá var gert ráð fyrir 600 milljónum til þessa málaflokks. Það er núna til umræði í sveitarfélaginu, í sveitarstjórn, hvort að það þurfi að breytast. Nú, í þessari fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir, eins og ég nefndi áðan, að það sé notað handbært fé og það er líka gert ráð fyrir því að það komi inn sölutekjur af laugum, en það er ekki sett fyrir árið 2023, þannig að það er hægt að hefja framkvæmdir á næsta ári þó svo að það sé ekki, sala þar hafi ekki orðið af. Nú, gatnaframkvæmdir eru stór þáttur á næsta ári og næstu árum. Það stendur til að við erum að horfa á Iðjubrautina, semst fyrir Innahverfi, það er verið að horfa á lengingu á Bakahvammi og nýjar lóðir sömuleiðis við Lækjarhvamm. En það er auðvitað vonandi að það byggist upp og það komi þá tekjur á móti í formi gatnagerðargjalda. Nú, síðan er það aðrir stóri liðir eru Silfurtún, það er að segja til næstu 4 ára þá er gert ráð fyrir 35 milljónum í viðhald og framkvæmdir við Silfurtún og síðan er það fráveitan ef að þessi áætlun gengur sem verður samþykkt og gengur eftir, þá sjáum við þarna að í fráveitunar eru á það bil 50 milljónir á þessum 4 árum, en eftir það, og þetta er sem sagt, þetta er nettokostnaðurinn, við fáum líka ríkisframlög þarna inn, en eftir þessa framkvæmdir þá eigum við að vera komin með hreinsibúnað og útrás sem að uppfyllir kröfur, en svo reyndar heyrir maður nú af því að mögulega sé verið að herða kröfurnar ennþá meira, en þá verður bara að taka því þegar að því kemur.
Og síðan eru, eins og ég nefndi áðan, mikla framkvæmdir í vatnsveitum. Það tengjast náttúrulega gatnagerðarframkvæmdum hérna í þorpinu og síðan verður vatnsveita lögð að Laugum sem búin að vera á áætlun lengi en sem sagt komin inn á áætlun næsta árs. Og þá tökum við næstu. Þetta bara sem sagt fjárfestingar eftir málaflokkum og þið sjáið þarna toppana sem eru vegna íþróttamiðstöðvarinnar og hvernig línan sem sýnir heildarfjárfestingu sem sagt á ári yfir þetta tímabil. Og það náttúrulega mjög mikilvægt að hafa það í huga að svona stór fjárfesting eins og bygging íþróttamiðstöðvar, hún þýðir það auðvitað að geta til annarra fjárfestinga og viðhalds minnkar á meðan verið að greiða þessa fjárfestingu niður. Sveitarfélagið stendur hins vegar vel hvað varðar lán og það þannig að á árinu 2024 þá verða 6 lán sem við erum með í dag orðin greidd upp, þannig að við eigum í sjálfu sér alveg möguleika á að skuldsetja sveitarfélagið án þess að það banki í þakið á skuldaviðmiðinu, þessum 150% sem ég nefndi upp en við munum fara í einhver 110% samt sem áður með þessar framkvæmdir. Nú, þetta var held ég síðasta glæran, þannig að þá kemur bara myndaglæra sem smá tíma hlaðast inn, greinilega. En já, þannig að ég bara þakka fyrir þetta, en ef það einhverjar spurningar, annarkvort á netinu eða úr sal. Kristján út grímulaus, hún hér. Þakka fyrir. Ég hirðbáttækjalur. Alveg fallaður í baka fyrir. Já. Heyrðu, það eru komnar 2 spurningar frá Trausta Bjarnasyni og önnur sú hverjar voru tekjurnar af tjaldstæðinu á Laugum og hinn hverjar voru heildartekjurnar af Laugum. En orðið laust, ef þið viljið spyrja út í Sigurbjarni. Já. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Ég aðeins að velta fyrir mér varðandi sorpbyrðumálin. Við innleiddum nýtt kerfi þar á þessu ári sem ég fagna. Ég ánægður með að við séum að flokka meira. En mér finnst að við höfum ekki gengið alla leiði. Ég ekki ánægður. Þetta eins og með hrædýraflutningana, þetta eitthvað sem verður að þróast áfram. Og núna erum við 2 í heimili og tunnunar eru bara fullar alltaf. Það er ekki tæmt nóg oft og þá ég sérstaklega að tala grænu tunnuna. Þannig mér langar svona að beina þetta til sveitarstjórnar hvort að það sé ekki að gera að skoða það áður en að fjárhagsáætlun verður samþykkt, hvort að við getum breytt því eitthvað. Annað varðandi það þá held ég að þessi ákveðin ósanngirni í kerfinu eins og það núna að það sé sama gjald á 370 og 371 af því að ég tel að heildarlítrafjöldi sem tæmdur í 371 sé meiri heldur en í þorpinu. Þannig að ég vil líka að það verði skoðað aðeins. Af því að þeir fengu stærri græna tunnu. Ég var nú búin að ræða þetta aðeins við fórum á Byggðarás og þá töluðum við meðal að hugsanlega væri hægt að fækka eitthvað losunum á brúnu og svörtu tunni af því að þær eru nú kannski ekki alltaf fullar til þess að vera ekki að auka kostnað og íbúa þeim mun meira af því að þetta alltaf gjöld sem að greiðast að íbúum þegar upp komið. Það var það sem ég langaði að ræða það. Svo langaði mig að spyrja ég sendi hérna erindi áður en að fjárhagsáætlun það leitið þeirra fjárhagsáætlunarvinnan fór í gang varðandi hundasvæði. Ég sé að það var ekki
fjárfestingaráætlunin neitt það. Mér langaði bara svona, ég var búinn að fá svar um að þetta kostnaðargreina verkefni og ætlaði að fá að forvitnast hvernig það stæði og hvort við ættum von á því að það hlyti hljómgrunn fyrir næsta ár. Takk í bili. Takk Sigga fyrir og orðið er laust. Endilega nota tækifæri núna. Þið fáið þetta tækifæri ekki aftur. Gjörðu svo vel. Ágæti fundarstjóri og fundarmenn. Ég sendi inn erindi vegna þroskaþjálfa og iðjuþjálfa til skoðunar á grunnskólann. Það var tekið svo sem að þetta þarf að greina. Að mínu mati þá þarf ekki að líta mikið yfir grunnskólann til að þarf að greina. Við erum með það mikið af börnum sem eru með námsörðuleika, ADHD-greiningar. Núna nýverið komið með barn í leikskólanum sem er með sérþarfir og finnst mér að sú vinna ætti að hafa tekið hans hraðar fyrirgefi, ætti að vinna aðeins hraðar þar sem þetta er virkilega þörf í svona samfélagi með svona viðkvæman hóp þegar við viljum að þessi börn finni sig í skólanum til þess að þau geti verið hluti af samfélaginu, ekki utangátar. Og ástæðan fyrir ég að nefna þetta hér er vegna þess að ég sendi þetta erindi inn áður en fjárhagsáætlun var tekið til umræðu. Og mér þykir mjög vænt að það væri hægt að skoða þetta með hraðari vegna þess að þetta er mjög þörf þjónusta fyrir okkar börn. Takk fyrir. Fleiri? Já, við skulum bara hleypa Kristjáni að, hann er svo gleyminn. Bara hann getur gert að svara strax. Takk. Ég skal svara því sem að ég get að þessu. Það er reyndar að var með þessa tölu sem að Trausti var að spyrja um. Tekjur vegna lauga voru í heildina 8,4 milljónir. Ég er ekki alveg með nákvæma töluna á tjálsvæðum, kannski Mark Guðbjörn þetta, eða Ingibjörg og Mastaðan kannski, en það er það bil 40% af þessu. Það voru tæpar 4 milljónir sem voru í tekjur af tjálsvæðinu á laugum. Á þessu ári, jú. Já. Já. Nú, það sem Sigurbjarni nefndi með sorphirðuna, þá höfum við verið einmitt að skoða þetta og einmitt að fara betur yfir það með Íslenska gámafélaginu, einmitt að finna leiðir til þess að þetta geti verið gert betur á nýju ári heldur en á síðasta ári, þar sem að voru hlutir sem að við vorum bara hreinlega að læra og eitt til viðbótar við þetta sem að var nefnt, að þá get ég nefnt grenndarstöðunar sem að yfir háönnina yfir sumarið fylltust og flóði út úr. Það er eitthvað sem að við þurfum að ná tökum á. En það eru svona hlutir sem er einmitt verið að skoða. Það er að hvort við getum fækkað tæmingum á brúnutunnunni. Fyrsta lagi eins og yfir sumarið þar sem voru tæmingar á brúnutunnunni á hálfsmánaða fresti. Hvort við getum farið í mánuð yfir á sumrin og svo jafnvel lengt enn frekar í tæmingunni yfir veturinn. Af því að með brúnutunnuna þá er það ekki málið af því að hún hafi verið að fyllast. Það heldur er það bara ef að hún fer að lykta og maðka. Það er það sem að tíðnin þarf að miðast við.
og þá einmitt fyrst og fremst verið að horfa til þess að fara í meiri tíðni á endurvinnslutunnunum og þá einmitt meiri tíðni hérna í þorpinu á endurvinnslutunnunum. Það það sem er til skoðunar. Hundasvæðið, það sem sagt, því var vísað líka til skipulagsvinnu, deiliskipulags og aðalskipulags og það er ákveðin ákveðin, ég vil ekki segja stopp, en það er ákveðin áfangi sem þarf að fara í gegnum þar áður en hægt að kostnaðargreina þetta á réttan hátt. En ég veit að þessu var tekið mjög vel. Varðandi erindið þroskaþjálfan, þá verð ég bara að segja því miður, það hefur dregist vinna varðandi það, hins vegar á það eftir að fara í ítarlegri umræðu í fræðslunefnd og ég er sammála því að það þarf að vinna hraðar ef að hins vegar kostnaður vegna þess verkefnis rúmast ekki innan fjárhagsáætlunar, þá er það eitthvað sem að sveitarstjórn þarf þá að taka afstöðu til í viðauka seinna, hvernig því verður hagað. Ég vona þetta og þegar að vera með þetta. Ég hef ekki gleymt neinu í kynslunni. Fleiri? Skúli, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðu fundarmenn. Ég langar kannski bara aðeins að svara honum Sigga Bjarna því að mér finnst svo voðalega gaman þegar þið þarf að koma heim með póstinn til mín. Þá getur þið gefið sér ótrúlegan tíma til að spjalla. Og mér finnst það mjög gott að menn komi og spurji út í hitt og þetta varðandi samfélag okkar. Og við tökum alltaf gott spjall. Eitt sem að kannski ég vil nefna í þessu sambandi og hann hefur ábyggilega gleymt að spurja það varðandi timburgámana til sveita. Honum fannst vera mismunu þar. Við fáum timburgáma til að sitja drasli okkar í en svo þarf hann að fara með sitt upp í gámastöð og láta klippa kortinu. En það verið að vinna að því að það verði kannski svona samræmt að þeir sem búi í þéttbýlinu kannski fái eina viku fría klippingu á þessum vörum. Það bara verið að ræða það í þessari fjárhagsáætlunarvinnu og hvernig við getum þróað þetta sorphirðudæmi allt saman, sem er bara mjög mikil vinna og mjög nauðsynlegt að gera það almennilega en við þurfum bara að læra. Síðan er kannski bara eitt sem mig langar til að biðja fólk að endilega koma með spurningar á okkur og segja okkur hvað við erum að gera betur því við erum að vinna í fjárhagsáætlunarvinnu núna og hún verður afgreidd í byrjun desember. Til þess að við núna kannski hálfa mánuð, 3 vikur til þess að klára þessa áætlun og ef við erum að gera eitthvað meira og betur þá þurfum við að heyra af því. Þannig að það er mjög mikilvægt. Komið þið bara og tjáið ykkur og segið hvað þurfum að gera betur og hvað ykkur langar í. Það fá ekki allir allt, en kannski eitthvað. Takk. Takk fyrir þetta, Skúli. Fleiri? Sigmundur, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég tók kannski ekki nógu vel eftir hérna áðan en minni mig þarna á myndin. Ég kem nú úr umhverfi þar sem hafnir eru mikilvægar í byggðarlaginu. Mætti ég spyrja hverjar eru tekjur út á nú höfn hérna í Búðardal og önnur í Skarfstöð. Hverjar eru tekjurnar á þessar hafnir, hverjar fyrir sig og eins það, ég var nú þarna í Skarfstöðinni dálítið í sumar, mér fannst vera komið eiginlega óhóflega mikið uppsafnað viðhaldsþörf á höfninni þar,
miðað við það að þar verið að landa fiski enn. Eitthvað á döfinni í því og hvað þá? Er þetta eitthvað möguleiki eins og ég þekki fyrir sveitarfélagi sem ég var í sveitarstjórn í að þar gátum við alltaf farið fram á frá samgönguráðuneytinu eða ríkinu sko til móts við sveitarfélagið í hafnarframkvæmdunum. Er þetta möguleiki hér eða ekki? Mér langar bara aðeins að vita þetta. Það komin hérna einn spurningu viðbót frá Trausta Bjarnasyni. Voru þetta nettótekjur af laugum? En orðið er laust. Ég nenni ekki biðja lengur, Kristján. Það er eins gott, samber þá sem nefndir við gleymskuna. Varðandi hafnirnar, þá voru engar tekjur af hafninni hér í Búðardal. Tekjur af, þá eru horfa, sem sagt, með útganguspá þessu ári, tekjur af hafninni á Skarðstöð 600.000 og það eru áætlaðar 1,5 milljón í fjárfestingar Skarðstöð. Það er fyrst og fremst kostnaður við innsiglingaljós sem að þar er að ræða. Það eru, það væri hægt að sækja til í framlag frá ríkinu. Það þarf að vera að hafnirnar séu á samgönguáætlun sem að þessar hafnir eru ekki núna. En það er vissulega ef það þyrfti að fara í stærri framkvæmdir þá sé ég ekki annað en að það hlýtur að þurfa að gera það í samræmi við samgönguáætlun þessar. Eftir sem ég best veit að þá hafa alltaf komið hér framlög í stærri framkvæmdir við hafnir hérna. Nú varðandi hvort að þessar tekjur á laugum væri nettó, já, þetta eru nettótekjur. Þá er þessu kafla lokið og næst er það íþróttamannvirki og það er Skúli, er það ekki rétt? Gerðu svo vel. Já, góða fundamenn og fundastjóri. Við ætlum aðeins að fara yfir íþróttamannvirki sem er verið að hugsa um að búa til í Búðardal. Ég ætla kannski að byrja aðeins á sögunni frá því að þessi sveitarstjórn kannski tók við og fram á þennan dag. Það var 2019 minnir mig sem að við byrjuðum á að þessi sveitarstjórn að fara að gera eitthvað. Þá er ég ekki að tala um það sem var búið að vinna í fyrir sveitarstjórn sem vann mikið og þarft verk í þessu tilfelli. Heldur hvað við fórum að gera og svo árið 2020 í febrúar var stofnaður starfshópur sem var tilnefndur af sveitarstjórn og í þessum starfshóp sit ég, Ragnheiður og Einar Jón og við höfum síðan þá haldið 16-17 fundi og verið að ræða hvernig er hægt að gera þetta og þá höfum við verið að vinna með að íþróttamannvirki mætti ekki kosta meiri 600 milljónir því það er það sem var í fjárhagsáætlun. Og ef við kannski byrjum bara á að skoða þar sem að við fengum arkitekta til að koma með einhverja hugmyndir handa okkur. Það voru 3 arkitektastofur sem að koma með tillögur og þetta er kannski tillagan sem okkur leist best á af þessum 3. Þarna erum við með íþróttahús og við erum með þarna svona þjónustubyggingu og svo erum við með sundlaug og heita potta og vaðlaug og eitthvað. Og þetta er mjög flott. Og svona mannvirki kostaði alltaf, hvað var það? 1125 milljónir minnir mig.
Þetta er ekki alveg uppalið til þess að. Það ekki. Hvað breytir það? Ekki hugmyndinni. Nei, aðtöða, já. En þetta gat verið svona 1120-30 milljónir og þá þurftum við náttúrulega að fara að vinna og skera niður og hvernig við ætlum að komast niður í þessar 600 milljónir. Síðan höfum við verið, eins og ég segi, sitja á fullt af fundum og með alls konar spekinga með okkur og ég fór hérna meira að segja inn á fund hjá UDN í ágúst og kynnti þessar tillögur og óskaði eftir því hjá fundamennu þar að þeir kemur með einhverja hugmyndir til hópsins sparnað og hvernig þær mætti útfæra íþróttamannvirkin þannig að þau myndu laðast að öllu þessu og ef að þeir hefðu einhverju betri tillögur við og sennilega hafa ekki haft neina betri tillögur heldur en við því það er ekki heist í neinum, allavega ekki til mín og ekki til hópsins held ég heldur. Þannig að við erum langt best í þessu. Þannig að við skulum bara halda áfram að vera það og ef við ekki taka bara kannski tillögun eins og við erum að vinna eftir í dag. Nú erum við konir í þessa tillögu. Hún er svo sem svipuð, við erum að vísu búin að breyta, henda út hérna einhverjum skrifstórýmum og eitthvað sem átt að vera hérna, sem við höfum nóga út af allan bæ og settum þar inn hérna, líkamsrækta aðstöðuna. Hún kemur hérna inn í cirka 100 fermetra hérna uppi, í staðinn fyrir eitthvað skrifstofur. Svo verður þetta hérna búningsklefar, afgreiðslan eða móttakan, sundlaugin, heitir pottar. Og þetta er ekki yfirbyggt í dag, þessi hugmynd, sundlaugin og heitir potnir. Þetta er úti sundlaug, við úti heitum pottum og svo náttúrulega íþróttasalurinn. Svo er einhver tæknirými niðri og einhver smá rými þarna yfir í geimstólinn hérna. Þessi hugmynd erum við búin að koma niður í, ég held að hvað er miðgildið 825 milljónir. Þannig við erum kannski búin að skera niður 300 milljónir, en miðað við það þá þurfum við samt að skera niður 200 milljónir viðbót, miðað við þessa áætlun sem við erum að vinna eftir. Og þá vil ég líka taka fram, miðað við það að við fáum 320 milljónir fyrir Laugar. Við erum alltaf að vinna með það líka inn í þessum áætlunum. Þetta er íþróttasalurinn sem er 618 fermetrar og þetta er salur sem er löggildur körfuboltavöllur. Og ég held að ef við förum í einhver íþróttamannvirki hérna þá eigum við bara að vera metnaðarfull og gera það ekki minna en þetta. Hafa löggildan körfuboltavöll. Við getum alveg búið til einhvern, bara minnka þetta ennþá meira, haft bara einhver smákofa hérna bara út allt. Allavega mín skoðun er sú, ef við ætlum að gera íþróttamannvirki þá eigum við að gera smá metnaði. En við þurfum líka að hafa efni á því. Og við erum með einhverjum fleiri myndir. Já, bara þessi, já. Þannig að nú er staðan þannig, bara ég verður kannski að kalla eins eftir því í hópnum, hvað ykkur finnst þið eigi að gera? Á að bæta meiri peningum í þetta? Eigum að skera þetta meira niður? Eða hafið einhverjar aðra tillögur? Kannski bara hætti að veita þetta. Bara allt, við þurfum bara að fá einhverja almennilegar feedback frá ykkur til þess að komast að því hvað við höfum að gera næst. Við erum svo sem bara strandmiðað við það að við höfum bara 600 milljónir. Við erum komin í þetta hérna 825. Við fórum í svona, hvað heitir það, útboð, forval, já, til að kalla eftir því hvert einhverjir hefðu áhuga og að gætu byggt fyrir 600 milljónir. Við fengum, það voru 14 sem sóttu gögn, þannig að við vorum rosalega jákvæðir. Nú væru bara allir sem vildi byggja fyrir 600 milljónir og við getum bara farið að flytja inn bara eftir áramótin. En það var nú ekki svo, það voru 2 sem skiluðu inn og voru tilbúnir að fara að komast í eitthvað annað útboð til þess að sýna hvað þeir gætu. Og það voru, þannig að við fórum, sendum Kristján Inga til að kanna af hverju hinir 12 hefði ekki skilað inn og hefði ekki áhuga. Þá var það bara ýmsar ástæður. Sumir hefðu bara ekki tíma til að fara í þetta, öðru finnst þessi 600 milljónir allt og lágt. Einhverju töldu sér bara ekki nógu stóra til þess að taka svona eitt stórt verkefni að sér. Það voru svona alls konar skýringar. En
svona í gegnum sneitt, þá töldu menn að þetta væri bara of lítil upphæð, þessar 600 milljónir. Og ég ætla svo sem ekkert að deila við dómarinn því, og allir arkitektar sem við höfum talað við, þeir segja að þetta sé svona 700 til 900, þessi útfærsla. Og kannski vil ég bara fá umræður það sem ég er búin að tala núna, svo kannski langar mig svo bara að tjá mig svona sérstaklega allt þetta bara fyrir utan þetta. Ég var bara að vinna hérna fyrir hópinn, svo bara höfum við skoðun hver og einn. Þetta ekki gott. Takk. Við þakka Skúla fyrir og orðið er laust. Jón Egill, gjörðu svo vel. Skúli. Góða kvöldið. Ég ákvað að skrifa þetta niður, þannig að ég mun ekki kannski mikið horfa fram, en þetta er mikið hjartansmál, þetta málefni, og finnst algjörlega mín skylda að halda boltanum á lífi og sjá til þess að þetta sé bara unnið áfram. Ég vil þakka Dalabið fyrir að halda þennan fund. Það er fátt betra heldur en gott upplýsingaflæði milli stjórnsýslu og almennings. Þetta er eiginlega besti vettvangurinn fyrir mig til að segja mína skoðun og hversu mikilvæg þessi framkvæmd er í mínum huga og fyrir mitt starf. Spurningin sem hefur samt verið í mínum huga seinasta árið eða 2 er hvort að það sé nógu mikil alvara í þessari vinnu að þessari framkvæmd. Vinnuhópurinn ætti að vinna að meiri ötul af því að þetta verða að veruleika. Ekki leita að afsökunum að þetta sé erfitt eða ógerlegt, taki langan tíma, þurfi samþykki, vinnum saman að því að láta þetta gerast. Það er búið að vinna í undirbúning af byggingunni í 2 ár. Og þegar ég spyr á sveitarstjórnarfundi daginn hvort það sé einfaldlega búið að fá það í tölum hvort Dalabyggð geti fjármagnað svona uppbyggingu, því það er erfitt að vera í vinnuhóp í 2 ár og vita ekkert hver geta sveitarfélagsins í raun og veru er. Enda ættu við ekki heldur að vera í villiboðum fyrir okkar fólk eða íbúa ef þetta væri bara ekki gerlegt. Svo menn séu ekki bara hlaupandi með niðurskurðarhnífinn eins og hefur eiginlega verið. En það var ekki búið að athuga þetta þegar ég spurði fyrir, en það hefur nú verið gert og erum við vel stödd og eiginlega betur stödd heldur en ég þorði bara að vona. Svo núna er hægt að fara að vinna í þessu að alvöru og ákveðni. Búm. Ég bætti aðeins inn, þetta var mjög góð kynning hjá Skúla á þessu. 825 segir þessi tala í dag og það hljóma bara rétt. Ég er hvorki smiður né arkitekt, en þessi 600 milljóna króna hugmynd var eiginlega bara galin frá upphafi. Það vita það allir hvort sem sett menntaður og ómenntaður í þessum málum. Ég skil ekki alveg með 1225 milljóna króna hugmyndina þegar kom mynd, en við erum búin að sjá sömu myndina alltaf, og það var myndin sem að mér var kynnt fyrir að væri sem sagt 820 milljóna króna hugmyndin, en skekkjumörkin held ég fari upp í 1100 sem ég er alveg sammála að það er ótrúlegt að skekkjumörkin virðast vera alveg frá 700 upp í 1100 milljónir, þannig að ég læt samt ekki þessi 1125 milljónir hræða mig, því að það er ekki talan sem hefur verið talað Eina sem að mér fannst, og ég held ég sé ekki að misskilja, að greiðslugetan og stefnan í dag er algjörlega óháð sölun og laugum. Þegar það var sem sagt athugað hvort að Dalabyggð gæti staðið undir þessu
að þá Laugar bara ekkert inn í því. Það bara algjörlega bara fjármagn Dalabyggðar og lánstökuhæfni. Engan veginn, Laugar eru bara plús. Þannig að ég heldur sem komið nýja upphæð sem bara nærri lagi og vona bara við sem þurfum ekki að hugsa málið eitthvað endalaust hvort að við þorum að hækka hana eða hvernig við ætlum að framkvæma þetta. Það stutt í kosningar og maður bara vonar að það ekki að fresta þessu þannig að þetta þurfa að fara að enda hinum megin við þær. Og þá geta hlutur oft bara verið rosalega mikið á byrjunarreit. Það kom mér mikið óvart þegar farið var í þessa vinnu og starfshópur settu saman til að vinna að hugmyndavinnu, byggingu, þarfagreiningu og skoða hvernig önnur sveitarfélög unnið þetta. Þetta vinnuhópur að íþróttamiðstöð og sundlaug. Og starfsmaður sveitarfélagsins sem íþrótta- og tómstundafulltrúi Dalabyggðar og framkvæmdastjóri héraðssambands UDN og sá starfsmaður sem vinnur með félagi eldri borgara ekki beðinn að vera í vinnuhópnum. Yrði þá of mikill meðbyr að hafa einhvern sem ætla sér í þetta eða of mikil rödd að fá einhvern inn sem ætlar að koma sér í gegn? Talað 16-17 fundi, ég hef ekki setið einn þeirra. Að sjálfsögðu höfum við verið beðin hugmyndir af því hvað við viljum hafa og það allt í góðu. Og ég vil alveg klárlega svara því fyrir hönd að þegar að þetta var mjög kynnt af Kristján Inga Skúla á sambandsþingi UDN. Þetta var kynnt mjög vel og hvernig þetta ætti að vera uppbyggt og annað eins. En þú fær náttúrulega engar hugmyndir þegar það einfaldlega sagt svona lítur þetta út núna. Þetta orðið eins hrátt og við getum. Okkur vantar hugmyndir frá ykkur til að lækka kostnaðinn 200 milljónir. Hvað haldið að íþróttamannafélögin? Herðu, hérna vil ekki bara hafa einn klefa og það vera bara konur á mánudögum og kallar á þriðjudögum. Þú veist, hvaða hugmyndir ætti að fara að koma frá okkur? Engar. Það var eiginlega bara fáránlegt ef við kemum með hugmyndir. En hugmyndavinnan komin á góðan stað. Húsið lítur mjög vel út í bæði bara útliti og að sinna sínum skildum. En það koma alltaf engar hugmyndir ef þú ert beðinn bara botnlausa niðurskurð. Varðandi þörfina. Auðaskóli myndi náttúrulega geta stórbætt íþróttakennslu sína. Þessi salur hérna hefur verið notaður og hann náttúrulega ekkert nema slysagildra og hættulegur og ekkert pláss upp á að menn eru að hrasa á veggi og sparki í innstungur og við eigum að sjálfsögðu að hugsa líka bara öryggismál. Nýtt íþróttahús væri fjölbreyttara, öruggara. Það eru nýjustu öruggustaðlar í öllu og þá erum við til dæmis komið með myndavélakerfi fyrir sundlaugina. En ég veit ekki með ykkur en þú veist, þegar ég vinn í mínu starfi þá var það eitt af þessum öryggismál sem að maður alltaf með á huganum og í hjartanu. Við berum ábyrgð á þessum húsum, við berum ábyrgð á íþróttastarfi og tómstundastarfi og ef við getum boðið upp á miklu betri aðstæður og öruggari aðstæður þá líður mér og öðrum örugglega miklu betur. Eldri borgarar myndu hafa aukið aðgengi. Þetta miðsvæðis í sýslunni. Í dag erum við með æfingarinn á Laugum og það geta verið 50 km aðra leið fyrir þeim sem koma á Skógarströnd. Elliheimilið staðsett hérna. Þeirra möguleika mikið. Við erum til dæmis með öflugan gönguhóp sem arkar hérna í glæra hálku í fleiri mánuði á ári og þeir getur bara einfaldlega labbað inni og þetta gert mjög víða. Við erum komin á algjörlega nýjan stað í ferðamennsku. Tjaldsvæðið okkar flott og bara eftir að flottara. Það æslabelgur á leiðinni og vill ég hrósa sveitarstjórninni fyrir þetta frábæra framtak. Þetta lítil og þannilega ódýr framkvæmd sem að gleður gífurlega og bætir ásýnd okkar líka og
og sýnir bara að við erum að reyna og erum að reyna að taka skref fram á við. Íþróttamiðstöð og sundlaug á staðnum myndi gera Dalabyggð og Búðardal að áfangastað, ekki bara einhverju pilsustoppi á leiðinni vestur. Við erum bara áfangastaður eins og Tálknafjörður og fleiri staðir sem að bara laða að sig fólk því að það er gott að koma. Við erum stórhuga, byggjum til framtíðar. Það er búið að kroppa nóg af hugmyndinni, það er búið að vinna þetta niður nóg. Nú komið tími bara til að ræða hvað við þurfum og þora því. Eins og að hafa sundlaugina 25 metra, ekki vera kroppana niður í 16. Þetta var gert þegar hugmyndin var að hafa þetta yfirbyggt. Þá sundlaugin minnkuð skiljanlega til að byggingin er í minni. Svo er yfirbyggingin fjarlægð og menn þori ekki einu sinni að stækka laugin aftur í 25 sem að heimamenn bara sjá sem skref aftur á bak. Við verðum að hafa þor til að gera vel og þor til að gera þetta bara einu sinni. Ekki alltaf að naga okkur í handabökin hvað við gerðum og hvað við getum gert betur. Það verður bara dýrara að byggja og dýrara að framkvæma. Það verður ekki dýrara þó maður láti sig dreyma. Það er þekkt í sveitarfélögum sem stórbæta íþróttaaðstöðuna eins og við erum að hugsa að þáttaka fólks í íþróttum eykst til muna á öllum aldri og lýðheilsumál stórbatna. Og ef þetta er ekki markmið okkar, þá veit ég hvað markmið við eigum að hafa. Þær hugmyndir hafa komið fram að gera eins og önnur sveitarfélög hafa gert með góðum árangri og það er að skipta svona framkvæmd til dæmis niður í minni einingar sem er hvati fyrir heimamenn og iðnaðarmenn að taka þátt í byggingu mannvirkjana. Við eigum allan daginn að fara þessa leið og styrkja þannig okkar byggð og fjárfesta í okkar fólki, bændum og iðnaðarmönnum. Höldum uppbyggingu áfram, byggjum íbúðahús, byggjum iðnaðarhverfi og byggjum íþróttamiðstöð. Takk fyrir. Þakka Jóni fyrir og orðið er laust. Kristján var fyrstur, Siggi, þú. Kristján, gerðu svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn, vildi bara koma nokkrum atriðum að. Það er rétt, reyndar eins og Skúli sagði og Kristján benti á að myndin sem var hérna uppi, hún var ekki myndin af upphaflegu hugmyndinni. Það sem er sjálfsög stóri kostnaðarliðurinn við lækkun á kostnaði er að lögin sé ekki yfirbyggð. Það semst er þess að til hugmynd þarna var þegar var búið að gera þá breytingu. Það sem sagt í fjárhagsáætlun þá gerum við ráð fyrir sölu á laugum vegna þess að það sem að hún þýðir ef hún er ekki inni í þessu þá er það bara þýðir það ennþá meiri skuldsetningu og þannig að munurinn getur verið annars vegar að skuldaviðmiðið fari í 110% eða í nær 130%. En það sem er kannski stóra málið varðandi laugar og hvort að þeir seljast eða ekki er ekki endilega á framkvæmdatímanum því að einhver tíman þarf það náttúrulega að seljast heldur er það rekstrarkostnaðurinn vegna þess að það er náttúrulega eins og þið sáðu hérna sem sýndi á hann það er mjög hár rekstrarkostnaður á mannvirkjunum og laugum og auðvitað yrði sömuleiðis hár rekstrarkostnaður á mannvirkjum sem væru hér í Búðardal og allavega miðað við tekjur sveitarfélagsins í dag að þá ræður sveitarfélagið ekki við að reka þessi mannvirki bæði. Þannig að það er kannski meira heldur en framkvæmdin sem slík.
Ég skal bara koma þess að. Takk. Takk fyrir Kristjánu fyrir. Það komin hérna einn spurning frá Trausta og hún á þá leið hvort eigi ekki að gera þetta með reisn eða sleppa því annars. En Siggi Bjarni hafa næstur, gjörðu svo vel. Nei? Fundarstjóri, ágætu fundamenn. Ég er ekkert búin að undirbúa alltaf tala neitt undir þessum lið en hérna skemmtileg kynning hjá honum í skóla, þannig að mér finnst ég að hvata okkur til að koma hérna í pontu og tjá okkur þetta. Mjög gaman að annars vegar að tala um að skera niður og svo í næstu setningu þá talar hann um metnað í verkefninu. Aðeins erfitt með að skilja hvar það liggur. En látið það liggja milli hluta. En hérna Skúli spyr okkur að því hvort að við viljum vaða í þetta og hvort við höfum að hækka þá, byggja fyrir 800 milljarð, hvað það er. Ég segi bara sjálfsögðu, gerum við það ef við ráðum við það. En það er heldur ekkert hægt að kasta þessari spurningu fram án þess að vita hver er kostnaður sem við ráðum við. Sjálfsögðu viljum við byggja þessi mannvirki fyrir þann pening sem við ráðum við. En bara ef við ráðum við það, þá bara algjörlega, ég er bara 100% að þá bara hækkum við framlögin. Ég sá nú ekki alveg hérna í fjárhagsáætlun hlutunum áðan hver í rauninni áætlunin, nýja áætlunin hljóður upp á, hvort það er búið að hækka það eitthvað eða hvort það er ennþá gert ráð fyrir þessum 600 milljónum. Mér langar til dæmis að nefna það að ég sé fyrir mér að því að það er í áætlun að fara í gatnagerð hérna við ný svæði, að ég vil frekar skera það aðeins niður og bíða með þær framkvæmdir þá þangað til að lóðum er úthlutað og það koma þá tekjur inn á það á móti og nota þá einhvað af þeim peningum í þessi mannvirki, íþróttamannvirkir okkar. Annars langar mér að taka undir með Jón Agli og hérna þakka honum fyrir þetta og mjög fínt. Ég er sammálaður og ég er sammála við byggjum ekki minna en löglegan körfuboltasal og sjálfsögðu byggjum við 25 metra laug. Það er bara svoleiðis. Ef við ætlum að gera úti upphaflega planið var að byggja 16 metra inn í laug en að hafa skipulagið þannig að það væri hægt að byggja 25 metra út í laug seinna. Þannig að sjálfsögðu gerum við það. Takk fyrir. Ragnheiður, gjörðu svo vel. Hverju fleiri? Takk fyrir þetta. Ég ætlaði nú bara svona leyfa ykkur að vita hver mín skoðun á þessu er. Mín skoðun er ekki sú skoðun sem skiptir öllu máli í þessu samhengi, heldur að það náist sátt verkefnið í samfélaginu. Í fjárhagsáætlun í dag er gert ráð fyrir 600 milljónum. Ef við ætlum að bæta við það, þá er það gert með viðaukum og það verður að vera góð sátt það í samfélaginu vegna þess að ef við förum í að byggja þessi mannvirki, þá verður lítið annað gert á meðan. Þá fer eiginlega allur peningurinn í það. Ég er sammála Jón Agli og Sigga Bjarna að þetta yrði mjög gott fyrir samfélagið allt, ekki bara íþróttaiðkendur heldur bara eldri borgara, bara alla, skólann. Starfshópurinn hann var samansettur af 3 sveitarstjórnarmönnum sem myndi leita sér ráða hjá fagfólki. Við höfum verið að því. Jón Egill talaði líka að vera með verkið í minni einingum, þannig að það væri hægt að bjóða út kannski fleiri hluta. Við höfum alveg verið að skoða það hefur ekki verið tekin inn ákvörðun það, en það er alveg inn í myndinni að það gæti hugsanlega verið gert þannig. Trausti segir á ekki að gera þetta með reisn og sjálfsögðu, en við verðum að vera tilbúin til þess og ég er ekki tilbúin að fara áfram með þetta verkefni nema að fá meðbyr frá samfélaginu í það, en ég vona innilega að við fáum það. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta. Stefanía. Fundarstjóri og fundargestir, ég sá hérna, ég er sammála Sigga Bjarna og manninu mínum, en þetta er mikið rætt á mínu heimili. Af myndinni, ef þú setur myndina hérna með uppsetninguna, Skúli, þú talaðir að þið vildi ekki skrifstofur og setir ræktarstöð í staðinn. Nú lagði Ungmennafélag Óli Pá strauma kostnaði við að kaupa húsnæði hérna á Vesturbrautinni sem kostaði félagum mjög mikið pening, bæði kaupa húsnæði, iðnaðarmenn, félagar Óla Pá hafa lagt hörðum höndum að gera þetta fallegt og gera þetta flott rækt, og get ég sagt ykkur það að ég er búin að státa mig mjög mikið af þessa líkamsrækt með að við sveitarfélagi sem við búum í, þegar ég kem úr stærra sveitarfélagi og þar er ekki brot af þessari þjónustu eða þessum tækjum sem við höfum hér, og það er ekkert grín, og það er meðal annars flott körfuboltalið sem að ég kemur frá Grindavík. Af hverju að gera ráð fyrir íþróttasal, og önnur spurning, ræddirðu við Ungmennafélagið Óla Pá áður en þið, eða hópurinn, áður en þið fóruð í að ákveða að breyta skrifstofum í líkamsræktarhús? Af hverju þá ekki að láta breyta þessu svæði og klippa það út og spara þar kostnað? Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Stefanía, og Bjarnur, gerðu svo vel. Og svo fáið þið að svara. Fundarstjóri, fundarmenn. Þetta er gríðarlega, finnst mér, mikilvæg framkvæmd fyrir sveitarfélagi, bara upp á að vera samkeppnishæft ungt fólk. Þetta er alveg svona lykilatriði að vera með góða íþróttaaðstöðu til þess að laða að ungt fólk og fólk með börn. En hérna, það er kannski ekki það sérstaklega sem ég langaði til að nefna. Mér langaði til að spyrja sveitarstjórnina og kannski líka starfshópinn hvort að þið hafi hugsað þessa framkvæmd í samhengi við sameiningu sveitarfélaga. Ég velti fyrir mér, ef við förum á stað í sameiningu við annað sveitarfélag ekki með þessa aðstöðu, verður hún þá byggð? Og eins ef við förum í þessa framkvæmd fyrir lánsfé, verður þá ekki meira sem kemur frá ríkinu í sameininguna? Meira fé, ef við erum skuldsettari þegar við erum að fara í þessa. Ég langaði bara að vita hvort að þessi umræða hefðu átt sér stað í sveitarstjórn. Takk. Takk fyrir þetta, og ég ætla að hlaupa honum Skúla fyrst. Gjörðu svo vel. Fundarstjóri, fundarmenn, takk fyrir. Ég hefði þurft að komast að fyrir að því ég er svo gleymin eins og Kristján. Ég man ekki hvað var að segja, en ég ætla kannski aðeins að svara Jóni Agli. Mér fannst það kannski ekki alveg sanngjarnt því að hann er nú inn á skrifstofu sveitarstjórnar alla daga. Hann er í sveitarstjórn og hefði alveg getað komið að því að koma sínum hugmyndum eða ungmennafélagsins á öllum stigum. Þannig að mér finnst þetta ekki maklegt að vera að segja við ekki leita eftir neinu. Ég kalla eftir því líka á þinginu að koma með hugmyndir að breytingum á húsnæðinu og skera niður í 600 milljónir, af því það er það sem við höfum til að spila úr, eins og þú nákvæmlega veist sjálfur. Ég er líka að kalla eftir því hvort að við eigum að hækka þessa hugmynd, þessa krónutölu, sem við þurfum þá að sitja inn í fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Það er það sem ég er að kalla eftir. Og ég vona að menn svari því hvort þeir séu til í það eða ekki. Varðandi hvort að við höfum rætt þetta í starfshópnum með að svona í tengslu við sameiningu, áður það verið rætt held ég bara allstaðar. Og menn hafa einmitt verið að spá í kannski bara gott að gera þetta núna til þess að fá þá einmitt meiri penning eða meira frá ríkinu eða eitthvað.
En við höfum alltaf, eins og ég hef sagt og segi einu sinni enn, við höfum aldrei haft nema 600 milljón til að spila úr. Og við getum ekki breytt því nema það verði tekið upp í sveitarstjórn og því verði breytt. Og það hefur hvergi verið að tala það. Við höfum bara sagt að þetta eru peningar sem við hafum og við reynum að vinna eftir því, þessi hópur, og ég held að við séum komin ágætlega á stað. Síðan vil ég tala með líkamsræktaraðstöðuna. Mér finnst það engin þörf á að hafa skrifstofur. Þetta var ekki mín hugmynd endilega eins að koma inn líkamsræktaraðstöðu heldur hópsins. Þannig að það er ekki bara spurning til mín. Við vorum saman í að búa til þessa hugmynd. Ég er alveg til í að skera þetta af. En ég er nokkuð vissum að það verður ekki mörg ár þangað til verði beðið líkamsræktaraðstöðu við íþróttahúsið. Þannig að ég er bara á því að við höfum bara að hafa hana þarna strax. Og ég veit alveg hver metnaður hjá ykkur hefur verið. Hann hefur verið dásamlegur og frábært að fylgjast með hvernig hefur verið gert þarna frá. En ég held að það verði bara einhverju tímabútir sem verður kallað eftir þessu að þetta verði allt á sama stað. Þannig að við erum bara framsýn, held ég, að hafa þetta bara þarna strax. Það kostar svona kannski 50 milljónir eða eitthvað, ég veit það ekki. Við hefum ekki kostnaðargreitt hvern fermetr og hver kostnaðurinn er í hverju fermetr og hvar hann er. En eitt svo vil mér langar, er ég búinn að svara öllum. Allavega, mér langar líka að fólk vita því þegar að við verðum búin að byggja þessi íþróttamannvirki, þá kostar að reka þau. Og þó við séum að borga 40 milljónir á Laugum í dag, þá ætla ég nánast að fullyrða að við þurfum að bæta við svona 30 milljónum í viðbót. Heita vatni í Laugina, ekki síst ef við stækkum hann úr 16 metrum í 25, þá voru það sennilega aldrei undir 15 milljónum á ári. Við skulum bara gera ráð fyrir því. Og þá þurfum við að eiga fyrir því, ekkert mál. Ef að það er vilji íbúanna að gera það, þá bara gerum við það. Og svo náttúrulega verður opið mikið meira þarna, þannig að vonandi, ég vonandi að verði ekki bara opið 2 daga í viku, svona mannvirki, ég heldur vonandi að ég verði opið allan daginn, og það kostar sko eitthvað að reka þarna og það verður aldrei farið 2 til að sundlaugin uppfylli það skilyrði sem er settir í dag sundlaugar. Þannig að þarna eru 2 starfsmenn og ég fullir það verður aldrei minni en 30-40 milljónir sem að kostar meira að reka þetta heldur en inn á Laugum. Og þegar við erum búin að eyða þeim 40 milljónum, þá höfum við það ekki til að gera eitthvað annað í sveitarfélaginu. Ég vil bara við höfum þetta alveg á hreinu. Og menn viti af því að við erum að henda út peningum, við gerum ekkert annað með að vera með í þetta. Ég er ekki að segja að við erum ekki að byggja þetta, heldur bara er ég að gera mönnum grein fyrir því. Þeir verða að hugsa aðeins meira heldur en bara íþróttahús, að það líka reka það. Þetta er mín nálgun á þessu verkefni. Og ég horfi ekki bara, það er ekki bara þetta sem að trekki fólk að í sveitarfélagið. Það er ekki allir sem flytja í Dalabyggð og ætla bara stundi íþróttir. Við þurfum líka að hafa vinnu handa fólkinu. Er hún til staðar? Kannski 2-3 störfi eða 4, ég veit það ekki. En það er nú lítið til að fylla íþróttahúsi. Ég bara velta þessu upp öllu. Af því þetta er svo stýr framkvæmd, þetta er svo mikið mannvirki að við verðum að leyfa okkur að velta öllum steinum við. Það er bara þannig. Og við þurfum líka að gera okkur einn fyrir því að það kostar að reka þetta. Og leið og það kostar meira heldur en við erum að eyða í dag, það er tekið af einhverju öðru. Ég fekk útskrift á Húnaþingi vestra, hvað kostaði að reka íþróttamannvirki þar, það var að vísi fyrra, kostaði 67 milljónir að reka íþróttamannvirki í Húnaþingi vestra. Ég er ekki búinn að láta reikna það við í hópnum allavega, ekki búinn að láta reikna út hvað kostar að reka mannvirkinu. Við erum bara nákvæmlega að reyna að sníða þetta að þessum 600 milljónum sem við höfum ekki gert hingað til og ekki getað. Af því þetta er bara dýrari framkvæmd. Og ég held að ég sé búinn að segja svona, að ég ætla ekki að telja það, mjög oft að þessi framkvæmd, hún kemur með verulega óvart ef hún verður undir milljarði. Og ég ætla bara að segja einu sinni enn. Það kemur með verulega óvart ef hún verður undir milljarði. En ef hún verður á 600 milljónum eða 700-800, þá skal ég éta hangikjötið mitt. Takk fyrir.
Einar Jón, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, ágætu fundamenn. Ég kannski byrja á því að segja það að mér finnst við ekki hafa efni á því að gera þetta ekki. Við erum bara á ákveðnum krossgötum og við erum svona á þröskuldinum það hvort að þetta samfélag mun einfaldlega vaxa, standa í stað eða það mun fara að dala. Ég er búinn að koma töluvert af þessu. Ég hef verið í 2 starfshópum sem hafa unnið að þessum málefnum. Ég vann sem sagt hjá fyrri sveitarstjórn, var ég líka í starfshóp sem var svona ákveðna grunnvinnu varðandi stærðir og annað slíkt í þessu. Við töluðum sérstaklega fyrir því á þeim tíma að hafa innisundlaug. Við vorum fljót að kippa því í burtu þegar við sáum kostnaðinn við þetta. Ég gef mér alveg grein fyrir því að það verður dýrara að reka þetta mannvirki heldur en mannvirki inn á Laugum. En fólk verður líka átt að sjá því að núna erum við að borga hátt í 40 milljónir fyrir að reka mannvirki sem er opið 10-12 klukkustundir yfir veturinn á viku. Það verður rosalega erfitt að verðmeta þau lífsgæði sem við fáum með því að hafa svona mannvirki opið 6-7 daga í viku. Ef við ætlum að vaxa, þá þurfum við að gera þetta. Ég held að sé mikill vilji til þess að setja þá peninga í þetta sem þarf. Ég get ekki fullyrt eitt né neitt hvernig þetta mun koma út. En ég held að hverju einustu krónu sem verður varið í þessa uppbyggingu og í reksturinn sé vel varið. Og ég held við fáum hana tilbaka í aukinni lífsánægju fólks hérna, betri lýðheilsu, betri líðan, vonandi færri veikindadögum fyrir fyrirtækin hérna. Áhrifin eru, þetta er margreint og margrannsakað í samfélögum út allt, að svona mannvirki þetta verður miðdepillinn og ég sagði það á fundum hérna, held ég fyrir síðustu kosningar, að fólk mun tala þegar þetta verður komið, fólk mun tala tímann fyrir og eftir íþróttamannvirki. Og sem betur fer, ég skynja ákveðin svona, að það er ákveðin svona vilji að myndast í samfélaginu fyrir þessu. Og það, eins og ég hef skilið, þær upplýsingar sem ég hef fengið, þá hefur þessi framkvæmd, hún hefur ekki þessar áætlanir gera samt ráð fyrir því að það séu þessar 40-50 milljónir á lausu á hverju ári í framkvæmdafé, þó við förum í þetta. Þannig hef ég skilið þetta sem hefur verið lagt á mitt borð. Nú, við ráðum við þetta, við erum búin að fá svar við því, við ráðum við að skuldsetja ykkur, auðvitað verður skuldaviðmiðið hærra. Ég held að það sem að Bjarni spurði er að með sameininguna, það liggur fyrir og það verður tekið fyrir hérna seinna á fundinum, að tækifærið líka núna að ná sér í þvílíka meðgjöf í svona stórframkvæmd. Ríkið er búið að gefa út leikreglurnar í því og þar eru tekjumöguleikar sem hlaupa á 100 milljóna. En ég ætla rétt að vona og ég mun allavega leggja mig fram inn í sveitarstjórn að við náum að klára þetta mál og koma þess að stað fyrir kosningar. Af því við viljum ekki að þetta mál verði að kosningamálinu í vor aftur. Af því þá seinkar þessu bara aftur 1-2 ár. Og ég held að sé mjög mikilvægt eins og Skúli sagði að við þurfum náttúrulega líka að finna það núna og vonandi fullt af fólki að hlusta og við fáum ennþá meiri umræðu og ennþá meiri skilaboð. Þið megið fylla tölvupóstinn minn eða messengerinn minn eða einhverju af hvatningu í þessu að klára málið og klára þetta núna í fjárhagsáætlunarvinnunni í desember. Takk fyrir. Pálmi.
fundarstjóri, ágæti fundamenn. Auðvitað viljum við gera þetta og það er búið að vinna alveg hellingsvinnu bæði núverandi starfshópur og fyrirverandi og gerum þetta almennilega. Ég held að þetta sé ekki staðurinn til þess að vera eitthvað munnhöggast og vera fúll, en afskaplega nær hann skóli að stuða með þegar hann er að tala um þetta. Og það sem mér finnst sárast við hans framburð í þessu máli, og ég held bara inn við beinið, honum langar þetta ekki, og ég bara, hvert er hann að fara allan tíman? Og ég hafði til dæmis unnið hellingsvinnu í kringum þetta dæmi. Ég hef aldrei nokkuð tíman verið fenginn í neitt spjall frá honum eða þessari nefnd, nema við Einar höfum rætt ýmislegt. Þannig að við erum ekki hérna til þess að vera að rífast, við erum til þess að ræða málin, en reynum að vera aðeins jákvæð yfir þessu, sko. Takk fyrir. Eyjólfur. Ég ætla ekki að vera langorður hérna núna, en það munu eflaust einhverjir rifja upp við mig hvað ég sagði hér í aðdraganda síðustu kosninga. Ég ætla bara að upplýsa fyrir íbúum Dalabyggðar að ég er ekkert á sömu skoðun núna. Þetta er eitthvað sem þarf að gera. Af hverju? Einfaldlega vegna þess að ef við ætlum að hafa þetta svæði samkeppnishæft til framtíðar, þá þurfa þessi mannvirki að koma hérna. Umræðan er búin að vera eiginlega út og suður. Og við getum tekið umræðana og getum farið í ótal hringi. Við getum sagt við að halda áfram að eiga mannvirkin á Laugum þegar allir er gera þangað. Skólinn er hérna. Við erum ekki að fara að flytja skólann aftur inn á Laugum. Það er liðin tíð. Ég ætla bara að vona að við berum gæði til þess að halda áfram með þessa uppbyggingu, taka ákvörðun það, og ég vil vinna því framgangi hennar í sveitarstjórn núna, að þetta fara á stað á árinu 2022. Það þarf reyndar alltaf að passa upp á kostnað, en ef þetta kemur til með að kosta meira, þá þurfum við að áætla meira í þetta. Því þetta er bara hlutur sem þarf að vera hér til staðar ef þetta samfélag ætlar að vera samkeppnishæft eftir einhvern x árafjöld. Til að svara spurningu Bjarnheiðar, já, þetta hefur verið rætt í tengslum við sameiningu. Ríkið hefur sett leikreglur eins og Einar Jón kom hérna inn á, og ég er ekkert endilega sjálfur persónulega sammála þeim leikreglum að skuldsetja sig sem mest sé endilega það besta upp á að fá einhver meðgjöf. Þannig eru reglurnar. Ég er hins vegar ekkert endilega viss að þetta sé einhver ákveðin styrkur, vegna þess að eins og við höfum séð í gegnum regluverk Jöfnunarsjóðs og fleira, að þetta er eitthvað sem er búið að lofa, en verður ekki bara reglunum breytt þannig að tekjurnar skerðast einhvern tímann seinna. Ríkinu er einleikið að breyta regluverkinu þannig. En það er bara verkefni sem að þarf að ræða síðar, því að einfaldlega við erum í dag rúmlega 600 manna samfélag. Ég kem að því hérna þessu eftir þegar kemur á sameiningarmálum að það er stefnt að því að lágmarksíbúafjöldi hvers sveitarfélags sé 1000 íbúar. Og það er bara eitthvað umræða sem við þurfum að taka síðan líka. En já, ég vil sjá þessa uppbyggingu áfram og gerum hana á sem skynsamlegastan hátt, því að þetta er það sem að þarf fyrir þetta samfélag. Það þarf fleiri störf hérna til þess að fleiri flytja hérna, það fólk þarf vinnu og það ætlar að búa hérna. Það er eitthvað sem við þurfum líka að skapa. En þetta er eitt af því sem þarf ef við ætlum að hafa samfélagið samkeppnishæft, vegna þess að ég skynja bara hér á nágrannasveitarfélögum okkur í norðri að þau eru í varnarbaráttu, þau eru orðin jaðarsvæði. Hvenær verðum við jaðarsvæði? Þetta er kannski ákveðin hlutur til þess að þá allavega seinka því að þetta svæði verði einhvern jaðarsvæði. En það er reyndar
efni í allt aðra umræðu það hvernig við styrkjum byggð á landinu og stuðlum að meira jafnvægi milli búsetu þarna á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu. En ég ætla ekki að hafa fleiri orð núna. Takk fyrir það og Skúli. Skúli, gerðu svo vel. Fundarstjóri, Pálmi farinn okkur, ég ætla aðeins að, þú veist þannig á, ég ætla aðeins að svara honum. Hann oft þannig að hann segir að hitt og þetta. Hann sagði allavega að ég hefði sennilega ekki áhuga að byggja þetta. Það bara hans skoðun og hann má alveg hafa hana fyrir mér. Ég var kosin í eina hóp. Ég tel mig búin að vera að vinna ágætlega í því að koma þessu áfram með þeim. Ég engin formar í þessari nefnd eða þessum hóp, heldur bara hef ég talað fyrir þetta hérna. Við erum öll jöfn í þessum hóp. Þannig að það sé á hreinu. Ég hef ekkert meiri völd heldur en þau. Ekki neitt. Og ég held nefnilega að sé mjög gott að fá svona umræðu. Ef að ég var ekki svolítið, eða við í hópnum, værum ekki bara svolítið á bremsunni, þá var ég sennilega að byrja að byggja íþróttahús hérna og íþróttamannvirki sem kostaði kannski bara 1100 milljónir. Hvað að því að reyna að spara 300-400 milljónir? Eitthvað að því? Ég finnst bara gott að reyna það og ég held að við höfum bara lagt okkur, ég og Einar Ragga bara nokkuð vel fram í það, að reyna að spara fyrir sveitarfélagið og ég held að það sé gott í framtíðar og allir ég veiti af. Takk. Orðið laust. Jón Egil. Þetta er svo gaman að við höfum ekki að hætta þessu. Mér finnst bara frábært. Takk kærlega fyrir umræðuna. Þetta bara breytir öllu og það geta allir hlustað á þetta síðan og annað eins og allir kynnt sér þetta betur. Mér finnst alveg óþarfi eins og segið að koma og æsa sig og eiginlega hver ætlar að hafa hæðst hérna. Það þarf ekki. Og ég vil svo sem bara tala um það að það er ekki eins og maður setur bara hornin undir sig og ætla sér og heimtar bara út frá mínu starfi og ég vinn við þetta. Að sjálfsögum að lesa öll gögn og kynna sér þetta. Þreyttur á ég að heyra þessar 600 milljónir, þetta var galin upphafi, það hefur ekki tekið nema 2 fundi að vita, hún var í gjörsamlega galin, þá náttúrulega bara biðjum við þá tökum við bara samtalið. Þeir eru búin að standa ykkur vel. Ef ég er að skilja þetta að 1 sveitarstjórnarfundur getur breytt þessar upphæð, það er rétt. Og þá er það bara eitthvað sem að hópurinn á að koma með inn. Það er bara, ég meina, það er ekkert að því. Og þá allan að kæmi umræðan, mér er svona einhvern veginn bara 2 ár, 600 milljónir, það er komið upp í púlt og afsakað endalaust að séu bara 600 milljónir, þá átti bara strax að biðja meira að gera, þú veist, við sjáum strax að þetta er aldrei að fara að duga neitt. Íbúðakosning, við skulum bara gera þetta, við gerðum þetta líka í kringum vindmyllurnar, þú veist, það er allir á bremsinu og þú er enginn að tjá sig þá. Sveitarstjórnin er alveg á bremsunni núna aftur út af þeir vilja bara vita stöðun í samfélaginu og ég held við séum rosalega snögg að rigga upp tölum, áætlunum, eins og þú segir bara sem sagt rekstrakostnaður, þú veist, að sjálfsögðu á ekki að leyna neinu og bara já og rjúka áfram. Höfum bara alveg raunverulega tölur, eins og þú segir, þetta getur kostað þetta, gæti endað í þessu. Það er enginn að biðja óraunhæfa tölur eða einhvað bull. Höfum þetta bara allt upp á tipptopp, gerum bara íbúðakosningu. Heldur, ég get ekki heimtað ef að 70% af fólki vill ekki sjá þetta og það skulle bara standa í stað. Það er það bara við vilji fólksins. En eina sem að það er hægt að vera raunsær, það er hægt að segja tölurnar, en mér finnst vera allt mikil hræðslu áróður. Þú veist, þegar það er farið upp á HSE og rifnar upp tölur, þetta munir vera helmingi dýrar að reka þetta en hitt og þetta, sem er alveg satt. En eins og Einar segir, það er búið að gera ráð fyrir þessu í öllum tölum, en mér finnst þetta bara borið fram eins og þetta sé allt á bremsunni og allt ómögulegt. Ég veit að þú ert ekki að hugsa þetta þannig, en það kemur oft henni upp. Þegar það kemur og það kemur garg og gól og 5 mínútur að ræða hvað þetta verður erfitt. Þetta verður alltaf erfitt, en þetta er líka hugarfarið. Pálmi er jákvæður, Einar er jákvæður. Þetta er bara annað sveitarstjórnarfólk sem er búið að lesa jafn mikið á gögnum og þið, en lítur á þetta sem verkefni, ekki hindrun. Verkefni. En ég veit að við erum öll að stefna í sama átt og
það eru allir að reyna að láta þetta verða veruleika, en mér finnst mann bara þurfa að heyra það. Það þurfi bara líka, ef að nefndin, sko, mér finnst hún vera með frestunaráratu, það er líka hægt bara að segja, sko, það er enginn að segja að það þurft að vera löngu byrjað á þessu, heldur þarf bara að vera búið að ákveða næstu skref. Ætlum við að funda bara núna? Ætlum við í desember að vera komin á þennan stað? Ætlum við að vera búin að biðja nýja upphæð í desember eða janúar? Skilum við bara ekkert mál að búa til einhvern smá verklista upp á þetta gerist bara fyrir kosningar. En það er allir að standa sig vel í þessu, það er allir að leggja sig allan fram og þetta er nánast, eins og hefur nú komið frá áður, þetta er eiginlega nánast ólaunað og ekkert nema garg og gól og niðurlægingar að vera í sveitarstjórn og teka ofan fyrir öllum sem eru í því. Og það er enginn að meina illa eða á móti okkar samfélagi, en bara verum jákvæðari, reynum að gera þetta til að þetta takist. En fólk sem veit minna en ég og þú, sem hefur lesið minna, það er skítrætt þegar kemur svona ræða á háasénu eins og áðan sem að koma örugglega í 3. eða 4. skipti. Ég veit að þetta meinta vel með því að svona eins og setja að tala við úling, þú veist, þú mátt alveg keyra en þú fer ekki hratt og þú tekur ekki handbremsubeygjur og þetta. Það verður líka bara treysta sveitarstjórn að við vitum í hvað peningarnir eru að fara. Þú veist, og það þarf ekki botnlaust leyfi að hækka heimildina einhverja milljónir því að þið eru kosin, fólk treystir ykkur. Þið eru með tölurnar og sveitarstjóra og fólk í vinnu og bara gerum þetta, við getum þetta. En ekki með hræðslu áróður. Það gera sér allir grein fyrir að þetta kostar og þetta verður alltaf brekka, en við getum þetta. Takk. Ingibjörg Þóranna Steinudóttir hefur sendt hvatningu til okkar byggingu og þess verður getið í fundargerðin nánar. En Bjarnheiður, en það var eitt áður en hún byrjar. Ef Jón var að tala íbúakosningu, þá látum við ekki telja í Borgarnesi. Já, takk. Mér langaði bara til að hvetja sveitarstjórnina til þess að keyra þetta mál í gegn, hreinlega. Einmitt það þarf sveitarstjórn til þess að ákveða að bæta við og ég held að það sé bara ekki vit að gera neitt annað heldur en að bara bæta við af því að þetta er bara hluti af því að fjárfesta í framtíðin og fjárfesta í samkeppnishæfni og ég þakklátt Skúla fyrir að minnast á Húnaþing vestra og það rifjaðist upp Hvammstangi án Sundlaugar sem að ég man eftir sem unglingur og hversu mikið lífsgæða bæting þetta var fyrir unglingasamfélagið að fá inn samastað sem að var hollur og góður og ég held að hluti af því að fleiri mínir fólk af minni kynslóð yngra býr ennþá í Húnaþingi vestra er örugglega að hluta til af því að það er góð aðstaða fyrir börnin þeirra til þess að sinna íþróttum og samastæðu til þess að halda sinni eigin heilsu. Ég man alveg hvernig þetta var að hafa enga sundlaug þannig að og þetta bara þessi unglingakúltúrinn til dæmis alveg gjörbreyttist bara við þetta. En bara hvort sem það eru 850 eða 1000 milljónir, ég held að við höfum ekki efni á því að sleppa þessu. Takk. Ragga, gjörðu svo vel. Takk. Ég vildi bara nefna við ykkur ástæðan fyrir þessari kynningu núna er sú að við erum búin að vera að vinna þetta með verkís, við erum búin að vera að fara í gegnum þetta hvernig við teldum best að gera þessa hluti. Við förum ekkert mikið lengra en þetta nema þar sé starfshópurinn því að nú er komið að því að taka ákvörðun. Nú er það að taka ákvörðun það hvort við ætlum að bæta pening við eða ekki. Það er hægt að taka þessa ákvörðun fljótlega í sveitarstjórn. Núna er bara vendipunktur
þetta er náttúrulega bara frábært að þið skuli koma hérna og tjá okkur þetta og ég finn að það er meðbyr. Ég vil ekki fara í svona verkefni nema að hafa meðbyr, það verður að vera sátt þetta, bara áfram við. Skúli. Fundarstjóri, mér langaði bara aðeins hérna að svara Jóni. Mér finnst bara ágætt að maður láti heyri í sér. Ef þú kallar það einhvern hræðsluáróður að maður segir staðreyndir, þá finnst mér það heldur ekki rétt. Ég er bara að reyna að upplýsa fólk. Til hvers heldur þessi sveitarstjórnarfundur sé? Heldur hann sé bara til íbúafundur? Heldur hann sé bara til þess að vera með einhvern já og amen ræðum? Nei, ég vil heldur, hann er einmitt til þess að upplýsa fólk hvað er að gerast og hvað er framundan og við hverju að maður búast. Og ég er bara að reyna að upplýsa það. Og þetta var tekin á dagskrá einmitt til að kalla eftir því hvort að sveitarstjórn ætti að fá heimild til þess eða meðbyr til þess að hækka fjárhagsheimild í þetta mannvirkja næsta ári. Og það er verið að loka fjárhagsáætlun núna bara í desember. Og það er það sem við erum að kalla eftir. Er vilji til þess að sveitarstjórn bæti við einhverjum milljónum? Ég er formaður Beros og ég er bara að reyna að kalla eftir þessu í þessa vinnu. Og mér finnst ekkert að því. Og mér finnst heldur ekkert að því að maður upplýsi fólk. Hvort sem þú kalla það að maður brýnir raustin eða eitthvað, það er ekkert að því heldur. Til hvers eru fundir? Að maður bara standa bak við búltu og helst að fela sig og segja ekki neitt. Maður bara segja það sem manni finnst. Og ég geri það alveg hygglust hvar sem er. Ég er ekki mikið fyrir einhvern kaffistofu kjaftaði sem tíðkast á ýmsum stöðum og svo að sama fólk segir ekki nokkuð skapar hlut og fundum með út í bæ. Ég vil að fólk sé bara hreinskilið, segi þau sem ég finnst og komi með það sem það á heima, ekki inn á kaffistofu. Takk. Þeir eiga sameiginlegt þessi starfshópur og undirbúningskjörbréfanefnd að þau eru að verða búin með sín störf. En Pálmi, gjörðu svo vel. Já, fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Mér langar bara aðeins, þetta er náttúrulega sem ég ætla nú ekki að þetta er nú ekki svona, kannski tengist, jú, þetta tengist svolítið svarin. Mér langar að svara Stefáni aðeins að hann var að skjóta aðeins á sambandi við ræktina. Að bara, mér finnst alltaf að samfélagi viti það. Að þarna er ekki búið að kaupa nánast neina vinnu hjá neinum iðnaðarmönnum. Þetta er búið að vera unnið allt saman í sjálfbúðinni. Og ég get alveg sagt að það, ég skal fullyrða hér, ef ég mun búa hér áfram, þá er ég alveg tilbúin að gefa vinnu í svona verkefni eins og ég er búin að gera fyrir Óla Pá uppi rækt. Og Skúli minn, það þarf ekki alltaf, þú þarft ekki alltaf að hafa lokaorðið, sko. Orðið er laust. Gjörðu svo vel. Já, er það þú? Fundarstjóri, góði fundarmenn. Ég vil þakka þessar umræður í kvöld. Fráleitt að heyra þetta allt saman. Þetta eru miklu peningar sem við erum að tala hérna, skattpeningar okkar hérna sem hérna búa. Og það er kannski rétt að við bara höfum þetta mál íbúakosningu. Ég sé ekki að það sé verið að kjósa þetta málefni þegar verið að kjósa í sveitarstjórn og það séu einstaklingar sem við erum að kjósa. Heldur þurfum við bara að kjósa þetta tiltekna mál vegna þess að við erum að skuldsetja sveitarfélagi langt fram í tímann og þar með okkur sem hér búum. Og það getur vel verið að það kosti minnkandi þjónustu til þeirra sem þurfa á hana að halda. Þannig ég legg það til. En ég vil þakka þessar umræður allar.
orðið er laust. Kristján, gjörðu svo vel. Og aðeins stökkar inn sem starfsmaður bara kannski bara úr allt annar átt, bara rétta inn bara á kannski svona praktísk maturum bara með stöðun á hönnun og slíku, alveg óháð þessar umræðum heildar upphæðin og allt sem búið fyrir umræðinni. Að bara síðustu dag, í morgun átti ég fundi með hönnuðum hjá Verkís og arkitektunum sem eiga þessa tillögu og eru búin að vinna með okkur í því að sníða hana til. Og vinna sem er gangi núna er ákveðin svona forhönnun eða lýsing á, forskrift á kerfislýsing, hvernig er burðarþolið, hvernig ætlum við hvað ætlum við að hafa á gólfi og lofti og hvers konar rafmagn ætlum við að hafa lýsingu svona forskrifa þessi tæknilegu atriði. Þetta er vinna sem nýtist hvort sem að verkefni fari alútboð eða sé búta niður í minni hluta og er líka að hjálpa okkur þá að kannski ítra kostnaðaráætlun og sjá hana nákvæmari. Núna er þetta svolítið á fermetrabasis, bara standard íþróttamiðstöð svolítið. Þannig að bara í umræðinni hvort að láta vaða ekki þá allan er þetta að ítra svolítið meira, fá nákvæmari lýsingu en þetta er það vinna sem er svo alltaf notað áfram til þess að klára og koma þess í útboðsferli. Þannig að það er svona kannski staðin sem er í núna fyrir utan svona umræðina áætlunina og það allt saman, en tillagan kannski hefur ekki breyst mikið núna frá því endum þarna. Þá sé alltaf verið að skoða eitthvað útfærslur og hvað geti kostað meira vinna, en þá er kannski meira bara spurningum frágang sem við erum að horfa á núna svona. Það verður svona svo áskorun áfram að vera praktísk og hagkvæm kannski í hvernig þetta verður byggt upp. Við séum með gólfurni sem endist en kannski kosti ekki alveg handlegginn að leggja á svoleiðis og fráganginn og þetta sé líka bara bæði smekklegt en hagkvæmt. Þannig að við vildum bara rétt koma úr allt hennar átt með þessa punkta. Takk. Trausti Bjarnason var að senda eða póst í viðbót og hann skorar á fólk að vera ekki að spara sér í óhag og hann talar líka hvar getum við komið stuðningi við þetta verkefni á framfæri. Það var Svandís-Lilja sem spurði. Nú, fyrirgefðu, Svandís-Lilja. Ok. En orðið er laust. Sigmundur, gerðu svo vel. Fundarstjóri, það er fundamenn. Það er nú verið að tala hérna bygging á íþróttahúsi. Ég vil bara hvetja eða á að fara í þetta á annan borð þá að gera það strax og helst núna ef að til kemur að við förum í einhverja sameiningur sveitarfélagana. Ég kem nú úr sveitarfélagi þar sem búið er að vera svona í sameiningum. Tveimur af þessum sveitarfélögum var rokið til og byggt íþróttahús fyrir sameiningu og í sameiningunni eiginlega. Því það var eini möguleikinn til þess að fá í raun og veru fjármagn út á það. Það var á Þingeyri, gott, stórt og gott hús sem stendur enn þrátt fyrir sameiningu náttúrulega og eins í Súðavík. Og ég efast að þessi sveitarfélög hefðu ráðið við fjármögnun á þessu nema því aðeins að til sameiningarnar kom og þau hefðu aldrei treyst sér í það heldur því þau voru það dýr, þessi hús, að sveitarfélagið hafði í raun og veru ekki bolmagn til þess. En eftir þeim tölum sem eru búið að vera varpa hérna upp að þá sýnist mér nú að þetta myndi nú aldrei kosta undir milljarð. Það er alveg á kláru. Bara miðað við það annað sem að maður hefur komið nálagt í svona sveitarfélög hafi verið að fjármagna á sínum eigin vegum. Svo langar mig hérna, Skúli var að tala það áðan að það þyrfti nú kannski einhverja tekjur að koma inn á móti
Það það sem mér finnst vanta dálítið eitthvað hugmyndasmíði það hvað væri hægt að gera til þess að fá fleira fólk inn í sveitarfélagið, fjölbreyttari atvinnu. Ég tók mikið þátt í því þegar ég var í sveitarstjórn í mínu fyrra sveitarfélagi að berjast fyrir því að fá kalkþörungaverksmiðju í Súðavík sem nú búið að undirrita viljayfirlýsingum núna að eigi að rísa þar. Og mér finnst einhvern veginn eins og það mætti þó að það er kannski ekki skilt við eða svona óbeint skilt við byggingu íþróttahús. Ef satt að Álafossverksmiðjurnar sér að leita sér að nýrri lóð því að húsið sem það í Mosfellsbænum eða vélarnar í því orðnar úreltar. Þeir segjast ekki setja nýjar vélar inn í þetta hús. Það að byggja nýtt. Og ef þeir fengju ódýrara lóð einhvers staðar annars staðar og getur byggt fullkomið húsnæði, þá myndu þeir eiga svona 100 milljónir eftir í gróða þegar þeir væru búin að selja þessar lóðir sem þeir ættu og byggingar sem þeir ættu í Mosfellsbæ í dag. Og mér finnst einhvern veginn eins og það mætti kanna þennan möguleika, hvort þetta sé sögusagnir eða hvort þetta sé raun. Því Búðardalur mjög miðsvæðis, Norðurland, Suðurland. Þetta minnstakosti 30 heilsársstörf í svona fyrirtæki. Fleira var ekki, takk. Takk fyrir það. Heyrðu, við látum bara þessum kafla lokið. Það allavega engin hendi á lofti og þá ætla ég bara að gefa Eyjólfi orðið í sambandi við hugmyndir sameiningu sveitarfélaga. Ég ekki með neinar glærur þessu tengt, en ég ætla að rekja þá vinnu sem hefur farið fram núna á þessu kjörtímabili varðandi sameiningar sveitarfélaga eða sameiningu Dalabyggðar við einhver önnur sveitarfélög. Það sem sagt á grunni bara umræðu sem var breytingar á sveitarstjórnarlögum að þá var skipaður í mars 2020 verkefnishópur sem hefur unnið að þessu verkefni. En svona til þess að bara til upprifjunar þá verið að tala í umræðunum á Alþingi að það ætti að frá og með núna næstu sveitarstjórnarkosningum þá þyrftu sveitarfélög með færri en 250 íbúa að sameinast. Frá og með árinu 2026 þá þyrftu sveitarfélög með færri en lágmarksíbúafjöldi 1000 íbúar. Það fór ekki í gegnum Alþingi á lokadögum vorþings núna síðasta. En sú breyting sem var gerð á sveitarstjórnarlögunum í júní síðastliðnum, hún hljóðar svo: í því skyni að auka sjálfbærni sveitarfélaga og tryggja getu þeirra til að annast lögbundin verkefni skal stefna að því að lágmarks íbúafjöldi sveitarfélagsins sé ekki undir 1000. Ef íbúafjöldi sveitarfélags undir 1000 við almennar sveitarstjórnarkosningar skal sveitarstjórn þess innan árs frá þeim sveitarstjórnarkosningum leitast við að ná markmiðum samkvæmt 1. málsgrein með því að hefja formlegar sameiningarviðræður á grundvelli 119. greinar sveitarstjórnarlaga eða b. vinna álit stöðu sveitarfélagsins, getu þess til að sinna lögbundnum verkefnum og þau tækifæri sem felast í mögulegum kostum sameiningar sveitarfélagsins við annað eða önnur sveitarfélag. Og það liggur bara alveg algjörlega skýrt fyrir og ég ætla bara að segja núna strax, ég tel afskaplega ólíklegt að við förum á stað í einhvern sameiningarferli fyrir kosningarnar núna næsta vor. En það liggur fyrir þá að sú sveitarstjórn sem tekur við 14. maí næstkomandi og hún þarf að fara í þessa vinnu. Að annaðhvort að fara í sameiningarviðræður eða láta vinna þetta álit á stöðu sveitarfélagsins. En á grunni þeirra vinnu sem við unnum þá fengum við
Róbert Ragnarsson eða RR ráðgjöf til að vinna valkostagreiningu fyrir Dalabyggð. Og hún var kynnt hér á íbúafundi fyrir þarna snemma í lok janúar síðastliðinn og í þessari valkostagreiningu þá vorum við að vinna með að skoða kost og galla við mögulega þarna 6 valkosti. Einn valkosturinn var einhvers konar vesturlandstillaga, þar vorum við að skoða Dalabyggð, Borgarbyggð, Eyja og Miklaholtshrepps og Skorradalshrepps í þarna til að sameinast. Önnur tillagan var einhvers konar Breiðafjarðarsamstarf og Dalabyggð, Grundarfjörður, Helgafellssveit, Reykhólahreppur og Stykkishólmur. Svo var kannski aðeins minni útgáfa sem voru eingöngu Dalabyggð, Stykkishólmur og Helgafellssveit. Það væri eins og með íbúafjölda 1. desember held ég 2020 eða 2019, ég man ekki hvort árið það var, þá væri það sveitarfélag með 1936 íbúa. Svo tillaga sem að snerist Dali, Strandabyggð og Reykhólahrepp, Kaldranashrepp og Árneshrepp sem við eigum í miklu samstarfi við í dag. Það væri sveitarfélag með rúmlega 1500 íbúa. Svo tillaga sem að væri Dalir, Strandabyggð, Reykhólar og Húnaþing vestra. Það væri sveitarfélag með 2700 íbúa. Og svo var tillaga sem að var eingöngu Dalabyggð og Húnaþing vestra og það væri sveitarfélag með 1850 íbúa. Og í framhaldi af íbúafundinu sem var í lok janúar síðastliðnum, þá var hægt að svara könnun það hvaða kosti ætti að skoða. Það voru 56 sem svöruðu þessari könnun. Hún náttúrulega kannski ekki beint marktæk en hún gefur ákveðna vísbendingu hug íbúanna. Og þar var oftast sett í fyrsta sæti Dalabyggð og Húnaþing vestra en Dalabyggð, Stykkishólmur og Helgafellssveit fékk flest atkvæði. Þetta var raðað í sæti 1-6 og þá fékk sú tillaga fleiri atkvæði. Og á grunni þessa þarna eftir að Róbert lauk sinni vinnu núna þá óskaði Dalabyggð bara eftir óformlegu samtali við annars vegar Helgafellssveit og Stykkishólm og hins vegar við Húnaþing vestra. Við höfum átt í þessum óformlegu samtölum. Húnaþing vestra kom hérna í heimsókn til okkar í Búðardal í júní og Stykkishólmur og Helgafellssveit komu líka. Við fórum síðan núna bara fyrir hálfum mánuði síðan í heimsókn á Hvammstanga og við förum í heimsókn út í Stykkishólm núna eftir hálfan mánuð. Og þetta er algjörlega óformlegar viðræður og við erum bara að varpa þarna hugmyndinni. Ég get hins vegar alveg upplýst hérna að þarna umræðan hún í þróun og hún í gerju. Og mér fannst hérna svona skynja við fórum í gegnum allt þetta ferlið og allt slíkt á fundunum í sumar. Og mér fannst fulltrúar frá Húnaþingi vestra þetta var bara eitthvað sem þeir voru ekki búin að velta fyrir sér í sumar. Og þetta kom svolítið flatt upp á það. Í heimsóknina á Hvammstangan daginn þá fannst mér svona kveðið við aðeins annan tón hjá þeim og þetta er alveg möguleiki sem þeir eru tilbúinir til að skoða. Nú bíð ég bara eftir því að vita hvað þarna kemur í ljós þegar við heimsækjum Stykkishólm og Helgafellssveit núna í byrjun desember. Það er í umræðinni ennþá kannski stærri tillaga á Snæfellsnesi sameiningu af Snæfellsnes. Ég held reyndar að fyrsti hluti þar, það eru komnar á formlega viðræður milli Snæfellsbæjar og Eyja og Miklaholtshrepps og þar held ég sé kosning í febrúar, þannig að þar á kannski að sameina fyrir næstu sveitarstjórnarkosningar. En út frá þeirri vinnu sem var unnin í þarna sem að Róbert vann í þessari valkostagreiningu, að þá var hvað áhersluatriði ætlum við að fara fram með ef við færum í sameiningarviðræður. Og þær voru við viljum skýra stefnumörkun og sóknaráætlun fyrir svæðið. Að sameina sveitarfélag eða nýtt sveitarfélag þá er að sveitarfélag í sókn en ekki í vörn. Við viljum vinna áfram að nýsköpun og uppbyggingu atvinnulífs og auka kraftinn. Við viljum sjá einhvers konar starfsstöð stjórnsýslu hér í Dalabyggð.
áhrif og aðkoma heimafólks af nærþjónustuverkefnum og stefnumótun. Það grundvallaratriði í þessum sameiningarviðræðum að samgöngur innan sameinaðs sveitarfélags séu góðar og þær séu greiðar. Við viljum að innviðir hér, sem sagt í því sveitarfélagi sem heitir Dalabyggð í dag, þeir standi jafnir innviðum í þeim sveitarfélögum sem verið að sameinast. Þannig að það verði sama þjónusta hvar sem þú býrð í sveitarfélaginu. Við viljum að grunnþjónustan verði efld en hún verði ekki takmörkuð. Og eitt af áhersluatriðunum var að það þarf að vera góð sérfræðiþjónusta við skólann og fólk með fötlun og aðra hópa. Þetta er umræðan þetta er það sem kom út úr valkostagreiningunni og var talið að þyrfti að fara með ef við færum inn í formlegar viðræður. Þessu til viðbótar vil ég bara kalla eftir umræðinu hvert hugur íbúanna stefnir. Ég held að það sé bara gott að menn taki þá umræðu líka hvert við viljum stefna. Og ég skil vel þau sjónarmið að sumir telja að sé engin þörf á að sameinast. Mín persónulega skoðun er svo að við verðum að sameinast. Kristján sýndi það ágætlega hérna á Glæru áðan að við erum nokkurn veginn jafn háðum tekjur, skatttekjur og tekjur frá jöfnunarsjóði. Og mér sýnist nú einhvern veginn svona þróunin vera svo að regluverki jöfnunarsjóðs því verður bara breytt. Svona óbeint og því verður beitt til þess að ná fram sameiningum. Hvort sem fólki líkar það betur eða verð. Og mér finnst aðalatrið að það er að skynja bara að fá umræðum það í hvaða átt fólk telja við eigum að sameinast. Á að stefna bara lágmarkinu 1.000 íbúa, á að stefna á eitthvað ennþá stærra. Ég er til dæmis á þeirri skoðun að þarna, sem ég held að verði ekki það veruleika í fyrstu sameiningu, en það veri sjálfsagt betra til lengri tíma litið að stefna jafnvel á 5-6 þúsund manna sveitarfélag. Af hverju segi ég 5-6 þúsund manna sveitarfélag? Einfaldlega vegna þess að þú værir að styrkja þá stjórnsýsluna, það verður ekkert ódýrara að reka sveitarfélagið. Ég get lofað ykkur því, það verður ekki ódýrara. En það verður kannski styrkur í því að við getum staðið faglega við allt það sem við eigum að standa við, sveitarfélagið. Ég held að við séum til dæmis eins og það kom mjög vel fram í samtalinu okkar við Húnvetninga daginn. Ég held að við séum í Dalabyggð séum mjög góðum málum í samstarfi við Borgarbyggð varðandi félagsþjónustuna. Ég held að við séum ekki að greiða neitt óþarflega mikið með þeim málaflokki. Það er vandamáli hjá þeim. Þau eru ekki leiðandi sveitarfélagi í félagsþjónustu á Norðurlandi vestra og finnst Húnaþing vera að leggja rosalega mikla peninga í þann pakka sem að í raun og veru sveitarstjórnarmenn í Húnaþingi vestra hafa ekkert að segja. Þetta fer inn í svona samreiki svæði. Þegar við erum komin með stórt sveitarfélag, við sjáum að það er verið að ríkið er að setja stefnumörkun að þurfa að vera ákveðin lágmarksíbúafjöldi bak við ákveðna málaflokka, þá eru í stærra sveitarfélagi kjörnir fulltrúar, þeir hafa kannski yfirsýnin það í hvað peningarnir eru að fara. En ég kalla bara eftir umræðinni og ætla ekki að segja meira í bili. Takk fyrir þetta og orðið laust. Stefanía var á undan Jóni. Fundarstjóri, fundargestir. Já, ég er alveg sammála Eyjólfur, ég ætla að reyna að vanda mig til verks. Við þurfum að sameinast, það er alveg ljóst, samkvæmt lögum. Eina sem ég vil bara fá að setja inn í þessu umræðu og hvort sem það verður hlutverk núverandi sveitarstjórnar eða verkefni næsta sveitarstjórnar er að ég á systir og bróðir sem búa á Kópaskeri og þekki ég svolítið sveitarstjórnarmáli þar út frá því sjónarmiði. 2006 sameinast Húsavík, Raufarhöfn og Öxarfjarðarhreppur
sameinast í Norðurþing. Vissulega er Kópasker lítið sveitarfélag en hagsmunir þeirra er ekki miklir frá Húsavík að sjá. Núna bara síðast í haust lokaði sveitarstjórn leikskólanum án fyrirvara og þegar við ætlum að fara að skoða sameinast þá held ég að við ættum svolítið líka að hugsa hvar verður okkar rödd, hversu sterk verður okkar rödd, því að við þurfum líka að passa upp á að þjónustan okkar, eins og þú segir, sé til staðar. Því að þetta viljum við ekki að þurfa að gerast fyrir okkur að þjónusta verði rift undan okkur fyrirvaralaust. En það er svona eina sem ég vildi segja. En eins og ég segi, ég er mjög sammála því við þurfum að sameinast, en við þurfum líka að vanda til verks og hugsa hvernig rödd okkar er sterk. Takk fyrir. Varstu bara að lyfta á hendin á Stefaníu? Jón, gerðu svo vel. Bara eins og Eyjólfur var að tala að hann vill náttúrulega bara fá umræðu. Sko sveitarstjórn á virkilegt hrós skilið og við erum bara langt á undan rosalega mörgum sveitarfélögum að vera farin í hugmyndavinnu og heimsóknir og annað eins. Og að sjálfsögðu hafa stærri félögin, stærri sýslur ekki við haft neina svona hræðslu á bakvið sig því að þau hafa tölurnar. Það sem ég vil bara segja, ég vil sameinast upp fyrir okkur, eins og þið segir, fara í eitthvað stærra, ekki að grípa nokkur minni en okkur eða slíkt og hamast rétt í einhverju tölu. Húnaþing vestur er náttúrulega, þetta er bara eins og tvíburabróðir okkar. Þetta með einn þéttbýliskjarna. Einhver verður reiður núna með borðeyri en þetta er alveg eins og við. Það er einn þéttbýliskjarni, það er landbúnaður. Já, fyrirgefðu Laugarbakki. Það er einn stór. Og þetta er landbúnaður hér bæði, þetta er gífurlega stórt. Mér finnst þetta frábær möguleiki. Þetta er náttúrulega alltaf ræðst bara á tölum og vilja og það getur einhver læst og skellt hurðina á okkur. Stykkishólmur er líka spennandi út af þeir eru svo sem stærri í fjölda en við höfum landsvæðið. Þessar tvær áttir heilla mig mikið og þá kannski fengjum við malbygg, hvort sem það væri Skógarströndin eða Laxdalsheiðin, að þetta er hörku búbót í samgöngum. Eina sem að hræðir mann og eina sem er svona töluvert stærra en við í kringum okkur er Borgarnes og það er svona eins og þetta, þessi hugmynd sem Stefanía sagði, það myndi bara éta mann. Þeir myndi segja bara við erum með bónus, við erum með tannlækna, það er alveg sama hvað er viljið. Ef við ætlum að taka bóka myndir örugglega vilja bara við myndum keyra til þeirra á bókasafnið. Það er svona eina sem er einmitt svona, það er algjörlega, við myndum aldrei fá framhaldsskóladeild eða neitt því að þá eigum við bara að fara til þeirra. En Húnaþing vestra hljómar æðislega, Stykkishólmur hljómar vel. Við verðum að gera þetta. Þetta er, einhverjum finnst skrítið að vera að heyra þetta, að tala þetta fyrsta skipti. En við verðum að gera þetta og sveitarstjórnin búið að standa sig rosalega vel að halda á spilunum og byrja þetta rólega og byrja þetta á samtali. Bara flott hjá ykkur. Takk. Orðið laust. Býtum við. Frá Hundadal, ég man ekki alveg. Fundarstjóri, góðu fundarmenn, þetta með sameiningar og lögbundin hlutverk. Sveitarfélögin hafa lögbundin hlutverk samkvæmt lögum sem sett eru á Alþingi og þörfin fyrir sameiningar þess vegna er vegna þess að Alþingi það lætur ekki fjármagni fylgja. Ef við fengjum fjármagnið samkvæmt þessu lögbundna hlutverki þá þyrftum við enga sameiningar. Mér finnst fólk ætti kannski að hugsa svolítið það. Það er ekkert fengið með fjöldan. Og við höfum séð þetta svo víða í sameiningum að litli bróðirinn, hann verður undir. Stærri sveitarfélögin hafa bara gleypt og það þjónustan hefur farið. Hvernig verðum við heilsugæsluna hér ef við sameinum Stykkishólmi sem er með sjúkrahús?
þá þurfum við kannski að fara að keyra 90 km til læknis. Þetta stendur svolítið í mér þessar sameiningar að það sé verið að neyða landan í að sameinast. Akkur megum við ekki bara vera við á okkar landsvæði og fá það fjármagn sem við þurfum. Þess að jöfnunarsjóður sveitarfélaga og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við eigum rétt á samkvæmt lögum. Við eigum ekki að þurfa að sameinast til þess að geta þjónustað okkar íbúa. En verði farið í þetta af neyð eða að við verðum neydd af því af Alþingi að gera það, þá náttúrulega ættum við að sameinast sveitarfélagi sem er jafnt og þá horfum maður hérna í austur. Takk fyrir. Þegar að síðasta sameining var, eða stóra sameiningin hérna í Dalasýslu, þá var okkur lofað bættum samgöngum, verulega. Og hvað hefur gerst síðan? Við vitum það alveg nákvæmlega ekkert. En orðið er laust. Sigmundur, gjörðu svo vel. Fundarstjóri, góðu fundamenn. Sameiningar, já. Þetta hefur nú farið aldrei í taugarnar á mér, þessar sameiningar sveitarfélaga. Því að ég bjó í sveitarfélagi sem var sameinað öðru stærri og við fengum nú eiginlega ekki neitt af því sem okkur hefði verið lofað. Það var lagður niður skólinn, það var lagður niður staða hjúkrunarkonu sem var starfandi í sveitarfélaginu og allt. Við erum að bara sækja þetta yfir 100 km leið í staðinn. En það er eitt sem ég sé samt í þessu að sem náðist ekki samstaða það í þeim sveitarfélögum að fara á stað með vinnuna áður heldur en að við erum neitt með lög til þess að sameinast. Þá höfðum við nefnilega ekkert það að segja. Þá vorum við bara sameinuð. Þegar lögunum var breytt þannig að við vorum orðin og fá. Þess vegna finnst mér þetta voðalega gott að það skuli vera farið í einhver umræður þetta núna. Og þá maður að horfa til þess í hvor áttina væri hagkvæmara. Sko, ég var búinn að vera að velta fyrir mér í mínum hugrenningum eins og Stykkishólmi. Nú veit ég að það að fara í gang út á Snæfellsnesi viðræður Grundarfjörður og hafði forgöngu það að við öll hinnum sveitarfélögunum á nesinu að sameinast í eitt. Og þá finnst mér einhvern veginn að við eigum ekki samleið inn í það. Þannig að það væri þá frekar til húnvetninga. Það er voðalega líkt samfélag, þetta er svona bændasamfélag með svona byggðakjörnum og má eiginlega segja eins og hérna sem má sá hérna inn á fjárhagsáætlunin áðan. Þetta má heita eiginlega hvort tveggja, já bara láglaunasvæði, bæði þessi sveitarfélög. Þannig að þau eiga það sameiginlegt líka. En þá kemur enn og aftur að því að Sveinn minntist hérna á áðan við okkur að lofa rosalega góðu samgöngum fyrir í stóru sammenningunni síðast og maður horfir til þess að ef að það kæmi almennilegur vegur hérna eins og Yfirlaxardalsheiði og þannig að það væri svona styttra fyrir okkur og þægilegra að fara á milli innan sveitar. Ég nú alltaf svo sérstakur að ég hef alltaf og hef barist fyrir því mörg ár innan vegagerðarinnar að þeir fóru ekki bara beint úr Laxárdalinum og yfir að Reykjum. Verið að byggja upp veg þarna inn í Hrútafjarðarbotninum og stífla enn betur Hrútafjarðarbotnin. Ég man eftir því í fréttum í sjónvarpinu þegar Ómar Ragnarsson stóð þarna upp á ísjaka
og öll hús þarna í botninum og kafi í vatni því það gerir krapastíflur og eyrón. Nú er Vegagerðin búin að bæta betur og gera veg þvert yfir þannig að það stíflast bara betur ef það kemur svona krapastífla. Og þá fer bensíndælurnar og allt á kaf þarna á Staðarskála. Það virðist ekkert vera hugsað fyrir hlutunum. Og ég er búin að tala þetta við á Vegagerðinni síðan að þeir byrjuðu á þessari vitleysu þarna í Hrútafjarðarbotninum. Og spurði þá að því þá hvort að þeir ætlaði ekki að breyta hönnun vegakerfisins. Sauðkindin hefur hannað vegi á Íslandi í alla tíð. Þangað til verkfræðingarnir fóru að fara ofan í sporin þeirra núna, síðustu ár. Það er eins og það sé engin framþróun í því. En burtséð frá því, mér finnst þetta bara aðalkrafan. Ef farið er í sameiningar sveitarfélaga, samgöngur innan sveitarfélagsins. Til þess að það sé hægt að þjónusta íbúana eins og þarf að gera. Það þýðir ekkert að sameina upp á það eigi að gera það eins og það er aldrei gert. Það er ekki fleira. Orðið er laust. Bjarnheiður. Fundarstjóri, fundarmenn. Ég er frekar hlynnt því að sameina. Ég held nefnilega að það verði margt faglegra gert og svo framvegis með því. En það sem mig langaði kannski til að fyrst og fremst hvetja sveitarstjórnina til svona í þeirra vinnu framundan er að láta hjarta ráða för. Það er að segja sameinast jákvæðu samfélagi. Við viljum ekki sameinast einhverjum sem eru, með neikvæð viðhorf gagnvart okkur, með neikvæð viðhorf í samfélaginu og svo framvegis. Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli að búa í jákvæðu samfélagi. Náttúrulega, verandi Vesturhúnvetningur, þá veit ég að þar er til dæmis 20 ára, þeir eru á 20 árum á undan okkur í ferðamálum til dæmis og er í raun og veru mjög framsýnt samfélag mörgu leyti. Ég þekki ekki eins vel Stykkishólm en þar er náttúrulega sjálfsagt líka svipað en sameinum, þið veitir, einhverjum sem eru okkur velviljaðir, ekki bara til að sameinast heldur láta hjarta ráða för, eitthvað sem bætir okkur. Og ekki eitthvað sem bætir við okkur, heldur bara bætir okkur. Takk. Orðið er laust. Skúli. Fundarstjóri, góðu fundarmenn, ég vona að Pálmi komi bara eftir mér svo ég verð ekki síðastur. Varðandi þessar sameininga þá held ég að við ættum alveg að skoða það eins og við höfum verið að gera að reyna að fara að vinna í því svo við verðum ekki einhvern tíðan eftir 3-4 ár neitt í einhverja sameiningu sem okkur hugnast svo ekki. Ég held að við ættum líka þó að þetta sé vilji íbúanna að við byrjum á að skoða Húnaþing eða Stykkishólm og Helgafellssveit. Þá vil ég aðeins kannski velta upp líka Húnaþing á fleiri nágranna eins og Strandabyggð og við eigum nágranna eins og Reykhóla. Þannig að við ættum kannski bara að skoða það líka, ekki bara eitt. Getum við tekið Húnaþing, Strandabyggð og Reykhóla með okkur? Það er mjög stórt sveitarfélag. Kannski ekkert góður kostur, bara velta þessu upp. Takk. Orðið er laust. Alveg. Já, menn eru farin að taka áskorun. Já, ég bara veit ekki hvað ég að segja.
vildi hafa loka orðið. Nei, ég held að við eigum ekkert að vera hrædd við einhver sameiningarmál, sko. Og við fórum í heimsókn daginn á Hvammstanga og það gladdi mig alveg gríðarlega mikið bara hugafarið og samstaðan og bara andrúmsloftið í samfélaginu. Þar voru þau til dæmis að byggja, þau voru í framkvæmd sem að hljóða upp á 800–900 milljónir sem að veist, nánast allur bærinn fekk að hafa sitt álit á. Veist, það var farið nánast niður í leikskóla og fólk mátti koma með hugmyndir og það var hlustað á allt og unni með það. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt og ég held að ég og Skúli sem sammála í þessu máli. Takk fyrir. Og orðið laust. Það kveður sér engin ljós, þannig að þá tökum við þetta út af dagskrá og þá er einn liður eftir. Og það er önnur mál. Og ég ætla ekki að hleypa ykkur að í þau, þannig ég ætla bara að gefa Eyjólfi orðið núna. Takk fyrir mig. Ég ætla aðeins að áður en ég slít fundi að ég var bara of seinna að biðja orðið, sko. Varðandi sameiningar að ég á alveg nokkra kunningja í Norðurþingi, Stefanía, og ég þekki þessu umræðu þaðan og það eru til ýmis verkfæri sem eru inn í sveitarstjórnarlögunum sem að þarf að beita í sameiningarviðræðum. Ef ég man þetta rétt, þá held ég sé eitthvað sem heitir tilraunaákvæði sem að Róbert kynnti mjög vel fyrir okkur. Því er til dæmis hægt að beita þannig að það verði ekki einhverju þjónustu breytt allavega fyrstu 8 árin eftir sameiningu nema framfæri íbúakosning eða vilji íbúanna sé kannaður. Það þarf að nýta öll þessi verkfæri sem að til eru. Tilraunaákvæðinu var beitt í stóru sameiningunni Austurlandir fyrra, Múlaþingi. Múlaþing verður til vegna þess að þau sveitarfélög ákveða sameinast það að búa til eitt stórt mótvægi á móti hinu sveitarfélaginu sem er Fjarðabyggð. Þau ganga eins og segja ennþá lengur að beita tilraunaákvæðinu til þess að búa til þessar heimastjórnir. Heimastjórnirnar hafa ákveðið hlutverk í nærsamfélaginu. Þetta er hlutur sem ég þarf að kynna mig betur og þeir sem að koma til með að vinna þessu hérna þurfa að kynna sér betur, bara vita hvað virkar vel, hvað virkar illa. Eins og þarna ég ætla svo sem ekkert að móta mér einhver afstöðu, ég sagði sjálfur að ég horfi frekar á stærri sameiningu heldur en minni. Mögulega er einhver minni sameining farsælla fyrsta skref. Mér líst ekkert illa á hugmyndina hérna, sem að Skúli nefndi hérna, sem að er Dalabyggð, Húnaþing, Strandabyggð og Reykhólashreppur. Það eina sem að ég held að geti orðið óþarflega mikið flækjustig í því, það er svo í ráðuneytunum í Reykjavík. Vegna þess að þarna vera saminast sveitarfélög sem voru í 3 gömlum kjördæmum, þau tilheyra 3 gömlum landshlutasamtökum. Þarna getur vafist ýmislegt fyrir kerfisköllunum, hvernig á að leysa úr hlutunum. En það er ekki vandamál, það er verkefni. Varðandi bættar samgöngur, ég veit að þetta er, og nú var ég ekki nema 10 ára þegar stóra sameiningin var hérna, 94, en ég veit ekkert hverju var lofað, ég var ekki fann að fylgjast með þá. Já, allavega. Í það minnsta var ég farin að fylgjast með rollubókinu og ég var farin að kunna hann utan að. En ef ég man umræðuna í Múlaþingi fyrra rétt, þá fóru Seyðfirðingar, þeir fóru ekkert inn í þessa sameiningu fyrir að Fjarðarheiðargöng voru komin með samgönguáætlun. Það bara þýddi ekkert að ræða þessa sameiningu nema það bara tryggt að þessi göng væru komin.
Og í þeirri sameiningu þá var settur upp 10 ára, verkefnalisti til næstu 10 ára bara innviða fjárfestingu sem þurfti að ráðast í. Þannig öll svæðin stæðu samkeppnishæf. Það til dæmis verið að tala veg yfir Öxi. Þetta umræðan sem þarf að eiga sér stað í þessu ferli sem fer á stað ef kemur til sameiningarviðræðna. Vissulega get ég alveg tekið undir með Maríu að ríkið á að láta fylgja fjármagni með. En ég ekkert viss að það sé neitt að fara að breytast. Þannig við verðum að spila með áfram eftir þeim leikreglum sem eru settar. Og svo, að því við höfum bara átt í samtalinu við Húnaþing til þessa og svo Stykkishólm, allavega veit að hluti af þeim sem að sitja í bæjarstjórn Stykkishólm, þeir horfa alveg hingað, vegna þess að þegar þeir horfa út gluggann þá horfa þeir yfir á Fellsströnd og horfa yfir í dali. En þar eitt alveg gríðarlega stórt verkefni sem þarf að verða veruleika ef sú sameining ætti að ganga upp. Og það er Skógarstrandarvegur og þverun Álftafjarðar. En bara svona aðeins að lokum, ég ætla ekki að lengja fundinn og mikið, að við Kristján sátum fundum daginn með Reykhólahreppi og Strandabyggð og Kaldrananeshreppi. Fulltrúi Árneshrepp komst ekki, þar sem vorum að ræða bara samstarfið varðandi skipulagsfulltrúa og byggingarfulltrúa. Og svo barst talið náttúrulega að ýmsu öðru að í grunninn þá erum við öll að fást við sömu verkefnin. Og við þurfum að sækja fram og við þurfum að í raun og veru að byggja upp. Við þurfum að vinna að því hvernig við ætlum að efla í raun og veru byggðina og hvernig við ætlum að búa á Íslandi til framtíðar. Ég var bara nýlega að skoða að það var sagt við mig hérna, ég heyrði einhverja sögu í haust fyrir kosningar að frá Hvítá til Hvítár byggja 90% af þjóðinni. Ég fór nú bara að skoða þið inn á vef Hagstofunnar. Frá Borgarnesi eða frá póstnúmeri 310 og austur á Selfoss, þar 80% þjóðarinnar með búsetu. 7% þjóðarinnar búa síðan við Eyjafjarðarsvæðið. Þannig að þið sjáu þá að 13% þjóðarinnar býr á hinum hlutanum á landinu. Við erum allt og oft að etja þessum hinum 13% saman því að ég betri en hinn og ég hef betri þjónustu en þú og við erum í einhverju samkeppni það ég betri en þú. Við þurfum að sameinast það hvernig verðum við betri en hinn 87%. Ef við ætlum að halda áfram, að hafa, ef það viljið til þess að þessi búseta allt land og búseta í hverjum firði og ljós alls staðar. Það umræðan sem þarf að taka. Ég get nefnt sem dæmi að ég sat í gær fund á vegum Samtaka sveitarfélaga á Vesturlanda í samráðsvettvangi að fyrir þá íbúa hér sem ekki vita að Byggðastofnun hefur núna skilgreint Dalabyggð sem brothætta byggð og við erum að fara inn í það verkefni. Það var við vorum hluti af Leifsbúð eða Vínlandssetri, hann byggður fyrir stuðning úr byggðaáætlun lið C1 og það átti að sækja það, en við föllum náttúrulega ekki undir það þegar við erum komin inn sem brothætt byggð. Og nú Stykkishólmur í raun og veru falast eftir því að komast inn í þennan pott hérna á Vesturlandi. Og það eru samtök sveitarfélaga sem þurfa að sækja í byggðaáætlun. Og megnið af umræðinni í gær, það fór í það að Stykkishólmur, Grundarfjörður og Ólafsvík, þeir fóru að metast. Það mætti ekki fara að styrkja eitthvað í Stykkishólmi og kostnað Ólafsvíkur eða Grundarfjarðar. Í staðinn fyrir það að við þurfum að sameinast það því að við þurfum öll að hjálpast að ef við ætlum að styrkja og efla byggð. Og það var það sem ég tók út úr fundinum og á Hvammstangan daginn, eins og Pálmi benti hérna réttilega áðan. Það var
þessi stefna og þessi hugsjón og þessi jákvæðni. Og það er það sem við þurfum að byggja á í þessum viðræðum. En ég vil bara þakka fyrir góðan fund og ég vil þakka fyrir góða mætingu. Við veitum reyndar ekkert hvað það margir fylgst með í streymi. Getur upplýst? Vel yfir 20. Þannig að ég get allavega sagt það eru 50, það er ákveðin þverskurður af samfélaginu sem hefur sótt þennan íbúafund hérna í kvöld. 10% kjörskrá. Það er bara mjög gott á íbúafundi. Og bara óska öllum góðrar heimferðar. Segir bara fundi slitið.